Við erum að spila í kvöld í Kópavogi. Á staðnum verður 4 metra gestalisti. Þar mæta kannski menn sem allir kannast við. Ekki alveg fínt að byrja á laginu Gestalistanum, Ingo Viðgóð? Heldur betur. Aðra vikuna röð byrja á Ingo. Já. Það alltaf sterk byrjun. Já, ég er náttúrulega síðustu viku. Við tókum 1 þátt í hlýja. Við vorum ekki þátt á þriðjudaginn. Nei. Það var svona eina sumarfrí sem við tökum sumarhaldi. Tókum sumarfrí 1 þriðjudag. Já. Þannig að hann síðustu viku byrja á Ingo og það var í tilefni það var þjóðhátíð á leiðinni. Já. Og svo var Ingo að spila fyrir okkur í gær á Golfmóti í Þjóðmála. Er þetta stytting starfsársins? Hvað myndu opinberi starfsmenn segja? Taka svona frí. Já. En sko gestalistar, ástæður fyrir við byrjum með þessu, það er þetta svo að gestalistar mun koma við sögu hérna kannski aðeins eftir. En talandi gestir dagsins, Stefán Stefánsson, Þórður Gunnarsson, verið velkomnir. Takk fyrir að bjóða mér. Búin að jafningur eftir Golfmóti Þjóðmála sem framfór í gær. Jú. Já, að mestu. Þetta nú kannski hluti af því bataferli. Já, að mæta hér og koma loksins að. Já, einmitt. Fá að tjá sig aðeins. Já. Veistu hvað tjáði ég gera eða? Ég tók þarna aðeins til máls í tjaldinu þvert gegn vilja mínum en frekar gegn vilja annara næstættar. Gegn vilja gestara? Já. Þarna erum við með mynd af Já, þarna sáum við mynd úr tjaldinu. Já, þetta var við skelltum upp miklu partítjaldi. Við erum okkur í Luxor, þeir græjuðu þetta allt saman fyrir okkur. Þeir rettuðu þessu og það var mikið á Hamarsvelli í Borgarnesi. Já. Hamas? Hamarsvelli. Þetta var frábær dagur, það ringdi allan tíman en það vildi svo skemmtilega til sem ekki gerist oft í Borgarnesi að það var blanka logn og það er ekkert mál að spila golf í roki eða rigningu en þegar það kemur saman þá er það mjög erfitt. Það var mjög erfitt, en þetta bara fór betur en áhorfðist. Við vorum nú svolítið skelkaðar hérna daginn áður að það yrði hrikalegt. En svo bara var þetta með besta móti í raun og veru. Þetta var bara, það stemdi hamfara rigningu og reyndar vil ég meina að þessi viðstöðulösa rigning sem hefur beljað á okkur hér sunnanlands allan júlí og núna inn í ágúst er þetta tær og skýr birtingamind þeirrar hamfara hlýnunar sem er að eiga sér stað veröld víða. Já, var ekki ykkur að lofa því að við myndum fá þessa hitabylgju á meginlandi Evrópu ef við förum í ESB? Jú, að sjálfsögðu. Já, þannig að kannski einn ástæðan fyrir því að segja já. Maður er farin að hljóma svona eins og loftslagskirkjan, sko. Það skiptir engum máli hvort að hitni eða kólni að sko hlýnun jarðar er alltaf kennt sko. Sjáðu hvað er orðið kalt hérna. Breytingar af mannavöldum. Já. Hann fara hlýnunin. Já. Við munum byrta einhverja myndir auðvitað á samfélagsmiðlum okkar af þessu skemmtilega móti og vel heppnaða. Þarna sjáum við nú Lexus-bifreiðina sem var í verðlaun. Já, en fór ekki út. Lexus ES 500. Glæsilegur bíll. Fjórhjóladrifinn bíll, ég keyrði hann upp í Borgarnes. Og það flög honum eiginlega. Þetta er algjörlega frábært tæki. Vonandi keyrir hann tilbaka líka? Já, ég held að mér minnir að ég hef komið á honum tilbaka í morgun. Okay. En þessi bíll var semst í verðlaun fyrir hvern þann sem færi hólu í höggi á annari hólu vallarins. Já, þann sem færi fyrstur hólu í höggi. Þetta var orðað þannig akkurat. Sá sem er fyrstur hólu í höggi færi þennan bíl. Það gengur út 3 svona bílar í gær. Það var að hringja Úlfar og taka smá sýndar við hann. Því miður, hver var næstur hólu þarna? Voru þetta ekki alveg 3,7 metrar? Jú, það er rosa mikið. Já, það er mikið. En það voru enga síðan nándarverðlaun á þessari hólu. Já. Sem að góður maður, var ekki Emil Sævarsson sem að tók verðlaunin þar. Svo var líka flótbryggja frá Köfunarþjónustunni eins og í fyrra. Já, það var á 14. Okkar menn mættu þar og settu flótbryggju á flót. Á einni frægustu hólu Íslands. Og margir sem að skelltu sér út af flótbryggjuna. Ég dróð þarna með mér gamla hafnarverkamannin Vilhjálm Birgisson, verkefnisleiðtoga. Hann var með mér í hóli ásamt Erni Örnsinni og Sveini Tryggvasinni hjá Tæknivörum og við gerðum þannig stuttan stans út á bryggjunni. Við þurfum að setja kannski upp bara á næsta ári gervigras á bryggjunni, þannig að menn getur tekið vítið sko. Já, hafa fallreitin á bryggjunni. Já, það er reyndar frábær hugmynd. Það ekki? Já. Svo voru við... Þeir Köfunarþjónustunni greiða það. Það var enginn sem vann flótbryggjuna. Nei. Svo vorum við með heitan pott frá Trefjum á 12. hólu, já. Það var reyndar eiginlega einn skemmtilegastu hóla, þetta gríðlega falleg hóla, minnir á fræga hólu á einhverju frægasta golfvelli í heimi, Augusta National í Bandaríkjunum. Og þar var Styrmir Bjarki, vinnur okkar frá kampæðisfélaginu með svona stasjón. Og þar fengum menn sér 1-7 kampæðisglös með bíð eftir því að komast á teg. Það var ekki verið að telja? Nei, það var ekki verið að telja honum minn. Og það var hægt að fá kaviar lús með. Já, dásamlega
rússneskan styrjukaviar. Já, æðislega gott. Gott að við tókum hérna góðar 5 mínútur í það að tala um vinningarna sem fór ekki út. Já. Já, og það minnir mig á eitt. Já, svo að kjötkompani náttúrulega með bás líka, það var á teiknum á 7, þannig að menn gattu þar fengið sér bjór frá kalda og svona snittur sem að við sjáum nú hér á borðum. Þetta er ekki sömu snitturnar en... Nei, þetta er ekki sýning í gær. Þetta er ekki ágangur. Þetta er sýning í morgun. Og að óglemdri Jómfrúnni sem að kom með... mætti með morgunmatinn. Já, kom með morgumat, þannig að þegar keppendur fóru að tínast inn, þá var hægt að fá rækjubrauð og allt þetta fínir sem þeir eru með. Ákvæmdistöp. Þannig að þetta var allt með besta móti og velhefnað. Síðan vorum við með teikjafir frá IT House of Brands, Epic Bet, Gulla Arnari, Guttfiski, Nova Sirius, Ólafsson og Kampænsfélaginu. Þetta voru veglega teikjafir. Já, það var kampænsflaska í teikjunni. Já, svona lítil. Já. Hvernig væri þessi teikjöf ef við værum í Evrópsambandinu? Hún væri 25% meiri. Já. Það hefði verið stór kampæn. Já, það hefði þurft að fá Pavel Bartosek til þess að Að slá á þetta? Já. Síðan vorum við vinninga frá Samsung, Ping, Echo, Hotel Akureyri, North Restaurant, Höldur, Skóaböðunum, Evertur, Kjötkompaníinu, Herragarðinum, Camp Easy, Gepiferðum, Krínlurkranni, Laugar Spa, Laugavatn Fontana, Löðri og Öryggismiðstöðinni. Það fóru klifjaðir heim. Já, þeir sem unnuddu veluna hann í gær voru klifjaðir heim. Það er nú oflant mál að telja það alla upp, en ég vil sérstaklega nefna Frey Friðriksson sem vann nándarvelun á 14. Var það ekki á 14? Jú. Á eyjunni, frægu, það sem flótbrengja var. Freyri Kapp. Já. Hann er... Frey Friðriksson fyrir ekki. Og hann sér nú ekki vel, sko. Hann er bara, Já, hann er lögblindur, eins og Inga Sæland. Þau eru í ykkur félagi? Já, þau eru í klúbbi, þau eru saman í veiðiklúbbi. Mikli vinir. Já. Mikli vinir. Þetta var stuð. Svo bara, svo þetta þessi magnaða grillvörslu kvöldið sem að Kjötkompanið sjáum og á samt kalda á kampænsfélaginu. Þetta var bara, Agnes mætti nú sjálf að dæla kaldan. Hún mætti á dæluna, frúin sjálf. Stofnandi kalda. Já. Kerið það norðan til að vera á dælunni. Á Skógsströnd. Já. Jón Örn mætti náttúrulega sjálfur, snillingur sem hann er og þeir grilluðu þarna ofan í okkur meðal annars straujátssteikina frægu sem að ég hvet fólk til þess að kaupa sér og grilla. Hún er frábær. Þetta er svo aðgengilegt og gott kjöt. Svo mér minnir að hann hafi boðið þarna upp á lúxus kartöflusalati eða ekki með sætkartöflum. Mér rekum inn til þess. Já, ég held að... Það var í gerkvöldu sko þannig að ég vonum munið þetta. Já, maður hafði bara í mörg horn að líta. Já. Herði, þetta var alveg frábært. Talandum golf. Strákar í Búliðs, ég var að kíkja á netverslunum okkar. Það eru konar golfurur, loksins, inn á netverslun þjóðmála. Þannig að svoleiðis. Þau vinnur okkar í IT House of Brands, þau eru búin að vera bara sveitt sískinu þar í sumar að búa til vörur fyrir okkur. Já. Þannig að nú er þetta komið inn á teikafall og gólkúlur og handklæði og húfurnar og alls konar gólfurur. Er þetta Kaddi sem er hægt að kaupa þarna? Já. Við hvetjum fólk til að kíkja inn á heimasíðuna og versla sér þessar ágætu vörur þar og kannski gerast þá í leiðinni þátttakandi í þjóðmálastofunni. Já, gerast gestir þjóðmálastofunar, ekki satt. Þannig að það er heldur betur góður klúbbur að vera í. Þeir góðu gestir munu fá í byrjun næstu viku meldingu risa viðburð. Já. Ég var að segja aðeins. Og koma að sína það. Held þessi tíma bært að ræða það. Það er stutt, Ekki? Að kvöldi 28. ágúst sem er aðfaranótt þjóðaratkvæðagreiðsluna miklu. Já. Þá ætlum við að vera með svona uppgjör á þessari baráttu allri. Já. Í Háskólabíó. Og þar verður ekki tölu vitleysan. Nei, það er líka still. Þar verður bara farið yfir þetta allt saman frá A til Ö og þetta vonandi hent gaman að einhverjum. Jú, mögulega. Já. Það er svolítið okkar stíl. Og þetta er svona, þetta verður svona rally. Getur ekki kallað þetta rally? Jú, svona upp á bandaríska vísu. Já. Við verðum að reyna að hafa gaman að þessu líka. Já, ætlunin er að hafa gaman að þessu. Þeir voru nú þarna já til að sjárhefingin einhverja auglýsing og segja, já, það er þeir sem eru jákvæðir og bjartsýnir, þeir lifa lengur og við erum svo bjartsýn fyrir framtíð Íslands og maður segir já ef maður er bjartsýn og eitthvað svoleiðis. En svo í næstu setningu að tala niður íslenskt efnahagslíf og samfélag eins og þau geta. Já, en það er líka annað í þessu. Þau hafa auðvitað líka verið að senda þessu skilabóð sko að gamla fólkið eigi ekki að taka þátt í þessum kostningum af því að það verður bara dautt í næstu viku. Já. og ég meina, og á sama tíma er það einhvern veginn að reyna að halda því fram að við munum lifa lengur ef við göngum í ESB. Eru þá skilabóðin þau að segja, þú ert orðinn gamall, þú ert alveg að deyja. Við ekkert að mæta kjörsta. Nei,
segir sko, þú ert nú alveg komin á grafabakkan, en ef við göngum í Evrópusambandi þá lifur þú sennilega lengur. Þú kaupir 10 ári viðbót. Er það bara þá? Ekki myndi, ég vilja verða gamall innan Evrópusambandsins. Þetta verður þessi viðburður, já, hann fer í sölu fljótlega, þannig að, og auðvitað fá gesti þjóðbólastofunar fórkursið þar. Fórkursið, þetta hefur geggjustemning. Eins og alltaf, já, þetta verður gaman. Við kannski, tengt þessu, viljum við ekki vera með eitthvað á landsbyðin líka, bara í ágúst? Ef við ekki að henda okkur í það? Jú. Ef að setjast niður eftir þáttinu og fara að skipleika það? Já, hvert... Hefur tíma núna eftir til að Ekki að fara á Selfoss og Ísafjörð og eitthvað svona? Jú. Já, mögulega Snæfellsnes. Eigum það náttúrulega eftir. Þið náttúrulega voru í Vestmannum síðustu helgi, Vesturmannahelgi. Þar var gaman. Fyrsti viðburður þjóðmála sem ég bara mætti ekki á. Já. Það var eins og sagði, svakar hann fít kallan Gísli, hann sendi bara aukarleikarna. Hann bara út í Serbíu og einhverju hvítri Skeljasandsströnd. Já, veljýstingum í Serbíu, menn hann sendir vinnumennina til Vestmannaeyja. En þetta er bara besta veður sem ég hef verið á Íslandi í langan tíma sem var þarna. Þið fylltu þetta Akureyjarsalinn á þessum blíðviðri stegi. Já. Það er bara veðrið í Eyjum, þannig að við fórum út á laugardeginum til Eyja og komum heim á mánudeginum og þetta var bara svona brakandi þurrkur, sól og hlýr vindur og lítið bara 2-3 metrar á sekúndu inn í bæ og bara 23-24 gráður. Ég sá að Þorgerður Katrín var líka í Vestmannaeyjum, hún hefur ekkert mætt á þetta. Hún tók upp eitthvað vídeo þarna sem hún satt ein í brekkunni, sáðu það ekki? Nei. En maður hafði nú tilfinningun að hún var ekki sérstaklega eins að lana. Nei, ég veit ekki hvað var að gera þarna. Við Doddi fengum hins vegar það verkefni að tendra blís. Við fórum ásamt stórum hópi Vestmannaeyinga efst í dal, langt upp í brekku í dalnum og þegar klukkan sló 12 og brekkan söng þjóðsöngin og þá tendruðum við blís þarna, þetta ekki verið annað 100 blís sem þeir eru að tendra það? Jú, er það ekki? Jú, þetta er 100 blís. 100 eitthvað svoleiðis, já. Algjörlega magnað að heyra söngin þarna neðan úr brekkunni og taka þátt í honum. Það var stund sem ég ekki gleymi. Nei, þetta var ótrúlega. Fenguðu ekki góðar viðtökur þarna? Ég sé, góð mæting og góð stemning í húsinu. Jú, við fylltum salin, ég held að sé nú meira en að segja að smala, tæplega 200 manns eða ekki, inn í gluggalausan sal á sennilega mesta blíðverið stegi ársins, en fólk setti það ekki fyrir sig og svo vorum við smá partí hérna fyrir utan eftir á, þar sem að Dr. Viktor spilaði og Jarl Sigurgeirsson var á gítarnum, algjörlega frábær trúbátor. Við rættum við 2 menn upp á sviði þarna í dagskránni, það var Binna í vinnslustöðinni, útgerðarauðvaldið og annan útgerðarmann, stórtækan Ólaf Jóhann Borgþórsson sem rekur Herjólf. Séra Ólaf. Já, séra Ólaf Jóhann Borgþórsson, hann fullyrti að útgerð sín stæði framar öðrum útgerðum í Íslandi því að hann hefði aldrei orðið uppvísað brottkasti. Allan ekki ennþá? Nei, það er einhver farþegum verið varpað fyrir borð allan ekki viljandi. Herru, þetta var, já, við förum að undirbúa þessa viðburði í ágúst. Já, það er ekki seinna varna, það er 7. ágúst. Já, nú kíkja það. Já, það er nú annar stór viðburður reyndar í ágúst, það er núna á miðvikudaginn, almyrkvinn. Já. Ég ætla að færa ykkur svona sólmyrkvagleru frá hún Sævari, vinn okkar. Þetta lýst mig vel á. Þakkaði fyrir. Þannig að hvet fólk til að fara inn á sólmyrkvagleru.is og kaupa svona. Ekki að setja þetta upp hérna. Og það er líka þetta, já, við erum mitt í þættinum. Já. Þá svo er þetta að kaupa hérna hvað... Ég sé ekkert í gegnum þetta. Nei, það til þess leikur að gera. Það kannski á að vera þannig. Já. Þú átt bara að horfa á sólina. En sérðu mig þá? Gott útvarp. Nei, það sést bókstaflega ekkert í gegnum þetta. Mér líður bara eins og Frey Friðriksinni á teik, áður en ég næ nándavillunum. Ég sé ekki klæddur. En þið notið þetta á miðvikudaginn. Ætlaði þú ekki að vera með partí, Stefán? Jó, ég ætlaði að vera það. Þannig að svo er þetta að kaupa líka hvað svona símafilter til að taka myndir af þessu. Þetta verður merkilega viðburður. Já, ég hlakka mikið til. Rosalegt náttúru fyrirbrigði. Já. Það er nú það sem það er. Þannig að vel gert hjá Sævari að undirbúa þetta allt saman. Sævar bara einstakur maður. Öflugur maður. Frábæra bækurnar sem hann hefur skrifað til að fræða börnum, sólkerfið og náttúruna og allt hvað eina. Já. Herru, förum að snúa okkur að einhverjum málum. Það er ESB-umræðan, hún er nú áberandi þessa dagana. Sko, ég veit að þið tveir eru ekkit miklu íþróttamenn og sem að tengist nú ekki þessa sögu beint, en það er nú oft þannig að... Afburðamenn í golfi. Það er, jú, ok, en svona í hóp íþróttum, öðrum bolta íþróttum. Það gerist mjög sjaldan að menn skori 2 sjálfsmörk í einu leik.
Nei, Ég man ekki eftir því allan. Nei, það er mjög óalgengt. Ef Hjörvar Hafleðarsson sæti þetta, þá getur hann örugglega fundið einhver tilvik, sko, því hann mann allt saman. En ég held að þetta sé svona mjög sjálfgeft. Já. Það er eins og að leikmaður í sjá til að já hreyfingunni. Sjá til að já. Í efstu deild. Margrét Rós Sigurðarsdóttir, sem hefur nú komið aðeins að sögu hér í þessu þætti. Ekki ástæðlausum. Hún var að skora annars sjálfsmark. Ekki? Jú, við gerum smágrínar henni daginn og þegar hún hélti fram að mjólkurlíturinn kostaði 380 krónur í Íslandi. Það var miklu ótrúlega síðan. Kemur á daginn, það er raunar G-mjólk sem kostaði 380 krónur, þannig að það er rauglega fyllin. Lítir af G-mjólk. Lítir af G-mjólk. Nei, hún er, sko, það er kannski ekkit margir sem vita eða vissu hver Margrét Rós var. Hún er auðvitað varaborgarfulltrúi Viðreisnar vissulega. Situr í nefndum og var starfsmaður Pírata, þingflokks Pírata á sínum tíma. En hún hefur aldeilis tekið sér olnbogarými í íslenskri umræðu síðustu vikurnar og farið nokkuð nýstárlega leið í þeim efnum. Já, í þessum myndbandi eru það engin dýrmálverk og svona bakvið. Þetta er bara tekið út í Guðsgrænni náttúrunni. Og þar heldur hún í fram að er sett fellum mun á vöxtum og íbúðalánum milli landa og ber saman við lán sem hún sjálf með í Svíþjóð og heldur við fram þar að sænska krónan hafi verið tengd við evru. Já, sé tengdu evru og það sé ástæðan fyrir því að þessu svo lágu vexti sem er alltaf bara alls ekki rétt. Það er bara ránt þegar Svíarnir gengu inn að þá og það hefur verið gett tilraun til þess að fá þá inn í evru samstarfi en það hefur verið alveg skýr lína hjá þeim að þeir vilja halda fljótandi gengi og þú getur ekki með fljótandi gengi á gjaldmiðli ef hann er peggaður eða tengdur við evruna. Þannig að svo mynd sem að hún dróð þarna upp var beinlínis röng með því að þetta er ekki aðalatriði í málinu en jú, það er auðvitað aðalatriði þegar það verður að draga upp þá mynd að með inngöngu í Evrópusamband og upptöku evru að þá er þið lífið eins og í Svíþjóð en lífið í Svíþjóð er einmitt eins og það er að því að þeir hafa haft sveigjanleika með sína mynd og sitt hagkerfi ólíkt því sem Finnarnir hafa og menn hafa gert lítið úr því að það sé verið að benda á dæmið frá Finnlandi þar sem atvinnuleysi hefur vaxið hröðum skrefum, ekki síst í ungu fólki og menn vilja meina að það sé ekki málefnilegt að halda því fram en staðreyndin er þetta svo að Finnar er að lenda í því sem að við óttumst að geti gerst hér á landi. Það er að segja að hér geta orðið einhverjar þær aðstæður í hagkerfinu einhvers konar samdráttur af völdum fækkun ferðamanna, lokunar álvers vegna aflabress einhverju tægi í sjávarútveginum og það kalli fram í raun minnkandi þjóðartekjur eða útflutningstekjur og í núverandi ástandi þar sem við erum í íslensku krónuna sem þetta fólk hatar þá gefur gengi gjaldmiðilsins eftir styrkir samkeppnishæfni landsins og gerir það verkum að hægt er að komast hraðar á lappir á ný. Í Finnlandi hafa þeir afsalað sér þessu möguleika með því að leggja niður finnska markið og hafa tekið upp evruna. Þannig að allt það sem fram kemur í þessu myndbandi og sérstaklega þessi rangfærsla er lúaleg tilraun til þess að slá ryki í augu fólks og draga upp mynd af veruleikanum eins og hann er alls ekki. En ólíkt mjólkur myndbandinu þá stendur þetta vídeo ennþá uppi? Já, hvað ætlaði að bakka með þetta líka? Jónas Hagan sem hefur gerst talsmaður samtakana til að sjá segir við ritskoðum ekki efnið. Sko ritskoðun er nú ógeðfellt fyrirbæri og á ekkert með ritstjórn að gera en maður hefði haldið að málsvari svona samtaka legði metna sinn í það að það sem frá þeim kæmi væri rétt en það virðist bara að vera algjört aukaðatriði í huga þessa fólks. Ég held að sé orðið alveg ljóst að upplýsingaóreiðan í þessum debatt öllum er þarna megin. Þetta er ítrekað að koma fram rangfærslur hjá þeim og það nýjasta hjá Páll Bertusek núna í morgun á samfélagsmiðlum það sem hann fullir yfir að nánast öll verðbólga á Íslandi uppruna sinn í innlendu kostnaðarhækkunum og síðan kemur nú hagfræðingurinn frækni, Koðrán Guðjónsson nokkru myndir síðar og leiðréttir þetta og þetta er hægt að sjá þetta á netinu, vorum við með þetta klárt hér eða? Ja, hann heldur þetta fram að sko eiginlega öll ástæð verðbólguna séu erlend kostnaðaráhrif. Erlend kostnaðaráhrif. Já, innflutt verðbólga og tengist ekki aðgerðum á vinnumarkaði. Og skýrslan vitnar einmitt það að það séu þessar ógnir á vinnumarkaði, þessar miklu launahækkanir
sem að valdi þessum verðbólguþrýstingi. Já, Pavel eru ekki að fara að draga í land með þetta samt. Nei. Þannig að ég sé að RÚV hefur ekkert fjallað þessa misbresti sjá til að já hreyfingarinnar það hvernig þau hafa sett þetta fram. En RÚV fjallaði nú samt það var nú myndband frá Áfram Ísland þar sem var verið að fjalla málskostssett forseta og það var borið undir lagaprófessora og fleira. Þannig að RÚV alveg á vaktinni. Já. Þeir eru að tala fyrir þessu, þeir fengu peninga. Svona þegar þeir telja þess þurfa, þeir eru ekkert fjallað þetta. Hins vegar eru farin að framlega núna efni fyrir já til að sjá. Já, ég vil túlka það. Þetta er Björn Markvist, ágæti blaðamaður sem er nú fulltrúi RÚV í Brussel að fjalla stöðu smáríkja á evrópska þinginu. Þingi Evrópusambandsins. Hlustum aðeins á þessa frétt, svo tölum aðeins hana. Þetta það sem að margir vita ekki Evrópuþingið eða þing Evrópusambandsins. Þar setja 720 þingmenn frá öllum aðildarríkjunum 27 en þeir skiptast í hópa ekki eftir því hvaðan þeir koma, heldur hvaða skoðanir þeir hafa. Og það íbúafjöldi í hverju aðildarríki sem ákvarðar fjölda þeirra, þó þannig að smærri ríkin fá hlutfallslega fleiri en þau stóru. Þannig koma 96 þingmenn frá Þýskalandi og 81 frá Frakklandi, en aðeins 6 sem lágmarkið frá Kýpur, Möltu og Luxemburg. Við ræddum við 2 þingmenn frá Luxemburg og Möltu, þau koma á flokkahópum sósíaldemókrata og græningja og báðum þau að meta stöðu sína á þinginu, komandi frá 2 af smæstu aðildarríkjum Evrópusambandsins. Starting with the fact that we are only 6 out of such a big number is definitely discouraging, okay? We would start with, we're only few people. But at the end of the day, it's not how many people you are, but it's how you make discussions, how you compromise, how you negotiate, and how you make your voice heard in the correct way. Það sem áhugavert þarna að þú finnur 2 þingmenn úr röðum sósíaldemókrata og græningja sem eru þeir þinghópar sem hafa haft mest áhrif í Evrópusambandinu síðustu ár. Og þessi 2 ágæti þingmenn frá þessum smáþjóðum segja bara, við höfum rödd og við höfum áhrif, sko. Datt einhverjum í huga að hann myndi finna þingmenn sem segja bara, það skiptir lengur máli hvað við segjum eða gerum áhrif, sko. Þetta er bara svo að tala opinbera starfsmann í einhverju ráðuneynd og segja bara, skiptir það sem þú ert að gera einhverju máli og þetta segja þetta já, sko. Alveg brjála að gera hjá mér. Já, bara rosalega mikið, sko. Nei, ég sá að þeir sem eru á jáinu, þeir voru mikið að dreifa þessar frétt og rosalega ánægði með þetta og þetta spara hættis pening að láta RÚV bara framlega efni fyrir sig. Ég vil líka bara nefna eitt atriði í þessu sambandi. Nú hefur ETS loftslags einingakerfi komið alveg hrikal út úr Ísland. Það er að keyra Icelandair í þrot. Íslensku skipafélögin í þvílíkum vandræðum út af þessu ruglkerfi þar sem Evrópusambandi taldi sig geta lækkað hitastig jarðar með því að skattleggja fólk hérna á Íslandi. Nú það er ég sem að Björn Malmquist kemur inn á að þessir 6 þingmenn sem að við myndum fá, þeir mun ekki tala einum rómi fyrir hönd Íslands, þeir verða inn í græningjaflokki, miðjuflokki, hægri flokki og hvað það er. Þannig að græningjarnir sem að munu koma þarna inn fyrir hönd Íslands, segjum Rósa Björk Brynjólfsdóttir eða Svandi Svavarsdóttir eða Þórhildur Tunna eða eitthvað slíkt. Þóra Sveinbjarnar, hún er mjög líklega eitthvað svona. Já, halda menn að það fólk myndi þá þegar að ETS-kerfið og breytingar á því væru yfirvofandi að þeir myndu standa með hagsmunum Íslands og reyna að tryggja það að við erum ekki skatt pínd í dref. Nei, þá verða kannski bara 4 íslenskir þingmenn á Evrópuþinginu sem að munu tala máli Íslands en komodnir sem að koma hérðan þeir munu bara reyna að bæta í. Þannig að þegar að menna segja, já, við verðum miklu áhrifameiri heldur en 6 þingmannafjöldin gefur til kynna. Þá segir bara nei, þetta verður klofinn hópur með mjög ólíka skoðanum það hvert samfélagið eigi að fara og hvernig eigi að móta það. Og þess vegna er þetta varpar þetta bara ljósi á hvers konar geggjun þetta er fyrir eitt ríkasta og smæsta land í heimi að það ætla að láta þennan risa gleypa sig í einu munnbit, að þeir þurfi ekki einu svona að tyggja okkur, sko. Já, ég ætla alltaf að fara niður í frumherja og segja endurskoðana með á þessar frétt. Það er fullur á því. Þetta er bara einhvern veginn svona, það er mjög skrítin fréttaflutningur, svo ekki þessi minna sagt. Við sáum líka að það komið könnun í vikunni, þar sem að Morgunblaðið birti á 50-daginn könnun sem að unni var fyrir Áfram Ísland, af Gallup, þar sem að framkemur að það er unni bara hnífjaft á milli þess að tekja fylkinga. Kemur það óvart eða? Nei, er þetta ekki svolítið að spila svolítið eins og síðasta atkvæðagreiðslan Icesave í apríl 2011. Þar mældist þetta hnífjamt allan tímar og svo reyndar
var komin meirlut á það að samþykkja þessi samninga undir restina, það var 55-45% við því að sem sagt, samþykkja samningana 2 dögum fyrir kosningar. Já, þeir virtust vera bara konum með þetta í vasan. Já, virtust vera það, en ég hef nú aðeins verið að skoða þessar kannanir sem hafa verið að koma, til dæmis maskínukonunum sem reyndar ekki sama á þessi, sem kom núna fyrir nokkrum koma þess að hennu eftir. Já, það var 53-47 í manni. 53-47 og þar á meðal held ég að hafi verið 57% já hjá 70 ára og eldri, þannig að það nú eitthvað skrítið þarna. Það eitthvað bóið, en í þessari könnun áhört að sjá hverjir það eru sem á móti Evrópusambandsaðildinni. Það vinnandi fólk, það fólki sem að skapa verðmætin í landinu. Og ég nú að viðurkenna út frá þessari reynslu frá ISAF kosningunum að þá hefði ég haldið að já til að sjá og ríkisstjórnin hefðu þurft að fara inn í kosningarnar og inn í kjördag með könnun sem að sýndi svona 6-8% forystu. Svona buffer. Já. Þessi könnun hefur líka varpað ljósi á það í raun. Ég held að þau séu að ókýrast mjög í þessar hreyfingum. Maður sér það á framgöngu Þorgerðar Katrínar, hún farin að stíga fram opinberlega erlendis og segja að þeir sem séu ósamála haldi fram helberu kjaftæði í umræðunni. Sveinn Andri Sveinsson gjörsamlega farin að límingunum. Og hann þeirra helsti maður í þessu. Já, ég meina Sveinn hlýtur að vera á leiðina bara í þingframboð fyrir Viðreisn í næstu kosningum. Já, maður hefur heyrt það sem standi til. Hann bara orðinn eitt helsti málsvari flokksins. Ég get ekki betur séð þarna þegar þau voru opnað kosningamiðstöðunan í Garðastræti að hann hefði komið þar aðvífandi með Hönnu Katrínu Friðriksson. Já, og það var slatti að myndum. Hann nýsti koppur í búrið þetta? Það verðist vera og hérna eins og ég var að segja á hann, það stefnir allt í það að hann verði þá í frambóði fyrir Viðreisn í næstu kosningum, hvenær sem þar verða. Á uppnefning nýðið sem hann að halda fram útgerðarmenn og það allt þetta auðvald og hvet fólk bara til að skoða Facebook hjá honum og sjá hvernig þessi orðræða orðin hjá þessu fólki. Og mér langar til að nefna bara sem hlut af geggjunni í þessu að það var kallað eftir því hver var það sem kallaði þarna eftir því að Vilhjálmur Birgisson og Sólveig Jónsdóttir myndu segja af sér sem formenn sinna verkalýðsfélaga vegna þess að þau væru á móti ESB-aðild. Var það Snærósin eða? Getur það verið? Hvort það var Snærósin Indradóttir sem að kallaði eftir því. Heyrðu, svo skoða maður bara hverju það eru sem að setja like á þessa færslu. Þá það meðal annars fyrirnefnt Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis. Og Hanna Katrín Friðriksson sem sko atvinnuvegar ráðherra Íslands. Það verið að vega þarna að formönnum stærstu stéttarfélaga landsins. Og þetta fólk tekur bara undir það að þetta fólk eigi bara að segja af sér af því að það ósammála þessu fólki. Þetta náttúrulega orðin bara einhver fasismi. Þetta eru svona fasista tendensar, algjörir. Já. Heldur betur. Það ef að kíkja hans á Epic-stöður og strákar, það nú kannski konunum sem að skipti hvað mestu máli í þessu öllu saman. Að þar sjáum við, það hefur nú dregið saman með fylkingum sem ekkert endilega mjög góða fréttir fyrir okkur sem erum á neginu. Þar hefur stöðullin hækkað úr, það var nú 1,65 daginn. 1,65 og þetta var í 2,50 já eða ekki. Jú, og hann nú komin í 1,8, jáið komin í 2,2, þannig að það að draga saman þetta. Einmitt. En negið ennþá með lægri stuður. Þessi stuðlar auðvitað hreyfast eftir því hvernig menn að leggja undir hérna. Þannig að þegar menn að fara inn í jáið og veðja það þá lækka stuðlinn og negið þá á móti. En enga síður hefur þetta reynst besta skoðanakonunnin í síðustu kosningum, þannig að samkvæmt þessu þá ætti negið að vera ofan á en þetta samt ennþá nýjamt. Og næstu vikur skipta öllu máli. Hvernig ferði þetta? Hvernig myndi það spilast? Nú, Kristrún var í viðtali hjá Sigmari Vilhjálms og þeim á Bylgjunni í gærmorgun. Já. Þetta var furðulegasta viðtal. Hringdu þarna inn einhverju menn og voru að úttala sig tollamál og kostnaði við innflutning á bílum. Dagur B. Eggertsson sagði nú reyndar í viðtali hjá mér daginn að við erum að ganga í Evrópusambandi svo þið ódýrar að flytja notaða bíla frá Þýskalandi. Veit ekki alveg hvað hann var að fara með því. Hverjar eru viðskiptar hindrandar þar í dag? Það eru bara með nákvæmlega engar. En svo fór Kristrún að tjása þetta og þar kom bara í ljós að hún veit ekkert það hvernig tollamálum og bifreiðainnflutningi háttað í landinu. Hún virðist ekki átt að sjá því. Nú hefur
Já, Morgunblaðið til dæmis fjallaði þau máli, ég hef nú aðeins tekið til umfjöllunar eins og þið þekkið þá tolla sem að lagðir á kínverska rafbíla til að skattleggja evróskan almenning til þess að bæta samkeppnisstöðu evrósku fyrirtækjana sem eru búin að segja þessu sama fólki upp vinnunni og þetta kom mér mjög óvart að heyri þessu viðtali hvað hún var illa áttuð í þessu. Já, það kom mér líka óvart. Ég hlustaði nú á þetta leiðin upp í Borgarnesi hér morgun. Já. Og þetta sérstaklega því að nú er búið að gera ákveðna breytingar á skattalöggjöfinni, hvað var kílómetragjaldið og eldsneytiskostnaðinn og allt þetta. Já. En hún virðist einhvern veginn ekki vera mikið inn í því. Nei, það er ekki hægt að ætlast til þess að forsætisráðherrann viti allt og sem allt á takteinum, en þetta eru bara samt verið að gera þessar breytingar á síðustu áramót. Þetta eru bara mál sem að hafa verið í brennidepli. Og sennilega vill hún ekkert varpa ljós á þetta finnst fólki það ekki þægileg tilhugsun sem að tala fyrir eingöngu Evrópusambandið að fólk skuli átta sig á því að það séu bara margir stórir og veigamiklu vöruflokkar í landinu sem að muna hækka verulega í verði við það við göngum inn í Evrópusambandið. Það láti eins og þetta verði allt eitt stór sæluríki, launin muni hækka og hækka, matvara muni bara ekki kosta neitt, Gunnar Örlygssyni mun bara líða eins og þessi komið til Las Palmas með platinum kortið sitt. Já, við séum bara að fara inn í endalausa afsláttadaga til allra framtíða. Fríir ekkoskór fyrir alla. En svo kemur bara í ljós að þessar þessar vörur margar eins og bílar og fatnaður frá Asíu og annað getur bara hækka stórlega verði við það að þarna sé gengið inn. Og það er enginn að auðvitað vitum við það að vextir getur lækkað ef við myndum fara inn í evruna. Við vitum það að það getur gerst, það viðkenna það allir. En það verður að skoða þetta heildstætt og það verður að gera kröfu til fólk sem er að fara að kjósa að það horfi raunsönnum augum á þetta. Það verður auðvitað ekki þannig að hér verði einhvern veginn léttar að eignast húsnæði þó að vextir lækki. Verðið mun bara einfallega hækka þegar vextirnir lækka. Við fengum auðvitað bara sýnidæmi það í faraldrinum. Núna síðast í munið til því þegar vextirnir voru teknir niður í ekki neitt. Seðlabankinn brást þannig við. Og hvað var fastingaverð mörg ára tvöfaldast eftir það? Það voru ekki 4 eða 5 ár, eitthvað svoleiðis. Einmitt. Við svöum aðeins í þessa könnun sem að DFF birtu daginn, maskínukönnun þar. Sem ég sá hann RÚV fjallaðum líka, það er ekki oft sem RÚV vitnar í DFF en þeir gerðu það þarna. Já. Við erum búin að reykja þessa könnun en mér langar til að ég tók eftir því og Diggur hlustandi sem að sendi mér upplýsingar það að ef við sjáum myndina strákar sem að ef við sjáum þarna að sviðstjóri markaðsrannsókna hjá Maskínu hann er mikill aðdáandi Þorgerðar Katrínar, svo vægt setur orðað tekið. Það eru myndir sem að ég sendi ykkur strákar. Þarna já, Ólafur Þór Gylfason sýsturinn markaðsrannsókna hjá Maskínu. Sjáu þið kommentin hana. Hæ Þorgerður, þú ert bara þannig kaliber að þjóðum með fylgja þér. Hakan upp, við erum með þér, áfram gakk. Við hver? Þið hver, nákvæmlega. Er það Maskína eða? Svo aftur þetta, hæ Þorgerður, þú ert best, heiðarleg og traust. Ég treysti þér. Þetta hljóta hafa átt að vera engaskilaboð. Hæ Þorgerður. Hver skrifar hæ í svona opinni færslu? Þetta er frábært. Mækrakka. Já, þú ert best. Þú ert langt best. Þú ert heiðarleg og traust. Ég held að þessi maskínukannanir verði að skoðast í þessu ljósi. Ég held að það er eitthvað mjög skrítið við þetta. Já, auðvitað á maður ekki að reikna fólki illt en maður hefði haldið, það nú átt að vera að tala um mikilvæg þess að fjölmiðlar séu hlutlausir þó að enginn sé hlutlaus en verandi í þessu talnadóti og sérstaklega því við vitum þessar kannanir það er alltaf vigtaðar. Það er ekki þannig að menn hringi 800 manns, fái svör, bara svo útskýrinu fyrir almenningi og svo komið 47-53% og það sé sett út í kosmósið. Menn fara að skoða hverjir svöruðu, hverjir svöruðu ekki, hvað er líklegt að þeir sem ekki svöruðu myndi svara. Þannig að þessar tölur eru í raun og veru allar meir og minna tvíkaðar til. Og ef það er svona mikill bæjas í þessu eins og sést í Ólafi hæ Þorgerður sem er þó vestmanningur þú ert best veit Kristján Arason að þessu En er þetta ekki bara svolítið stemningin í Viðreisn? Það er bara svona, þetta er svona klappkór og þú ert með Ingileif og Maríu að klappa hvora aðra upp, klappa upp Þorgerði og allt þetta, og Hannu Kötu og þetta er svona einhvern veginn svona sem er bara kannski gott gott að þessi stemning í stjórnmálaflokkum. Þetta er bara einlöng valdefling þeirra á millið þegar ekki. Þú ert best og heiðarleg.
áframstelpur. Eru þið búin að tekka, þessi maður til? Þetta ekki eitthvað fake? Þetta ekki fake account? Þetta myndi mig á fæslu sem ég sá, ég man alltaf eftir því þegar fyrir kostingarnar 2001, þegar Fréttablaðið sem þá var ég og Helga Magnússonar sem svona sigurpappi Viðreisnar. Hann átti Fréttablaðið alveg þannig að hann keyrði það þrótt. Hann eigandi flokksins. Jú. Og þá birti Fréttablaðið þessa fæslu hér, ef við að sjá það hana. Gengið til kostingadag, talandi Power Walk. Já, það Þorgerður og og Kristján. Er þetta Ólafur hjá maskinu þetta fyrir aftanðu? Þetta bara þessi færsla birt bara nokkrum missurum áður en að Fréttablaðið fyrir þrótt. Já, það er bara nokkrum, ekki missurum, maður er ekki bara einhverjum vikum eða? Talandi Power Walk. Power Walk. Sko, þetta var líka svolítið fyndið með Fréttablaðið, maður sá það svona síðustu mánuðina sem þetta kom út áður en að menn hendu inn hangklæðinu. Þá virðast menn hafa ákveðið, ok, þá gerum við þetta bara alvöru flokksblaði núna hérna í restina, bara all in, opnum viðtal við Sigmar Guðmundsson og þetta var orðið algjör viðreisna pappir og DFF með þetta hlutverk í dag. Já. Sem var náttúrulega inn í þessu fyrirtæki Torg, þannig að Helgi ákvaða að kaupa DFF út úr, eða færa DFF út úr þrotabúinu áður en þetta fór allt saman. Býtu, Torg Katrín stendur hérna, Torg Katrín, er það saman fyrirtæki? Já. Erum við meira í bullinu þetta allt saman? Við sáum að Halldór Jörgen Olsen, hvað heitir hann? Jörgensen, Olsen, Halldórsen. Sjött. Var hann ekki hlutaf í Stundinni líka, á sínum tíma? Já, var það þar? Já. Ég meina, við minni það. Já. Þetta mikill fjárfæstir. Já. Þannig ef ég vissi ekki betur Gísli í alvörunni sko ég nefnilega hitt hann ég verið með honum í ferð út í Frakklandi ótrúlega skemmtilegur og hess maður en út frá því sem ég séð af honum í þessari barættu þá hefði ég haldið að hann væri ekki til þetta væri bara einhver leikari að gera þetta væri bara hann er eiginlega Silvía Nótt þessara kosninga Þetta gæti líka verið maðurinn sem var alltaf í rannsóknarskýrslunni gerfi maður útlönd Er þetta kannski fjárfestir sem Páll Magnússon heitir? Þetta er vinur Páls Magnússonar Hann birti fæslu í það síðustu viku þar sem við skulum aðeins hlusta á brot úr myndbandi sem hann birti Endilega Ef þú fengir 12,5 milljónir, hvað myndir þú gera? Ég tók 90 miljónum krónar lán hér í Danmörku fyrir 5 mánuðum síðan og ég borgaði 80.000 krónur íslenskar á mánuði af því. Sama lán hefði kostað mig bara 300.000 krónur í vextina einu saman á Íslandi. Ég sparaði þessar 12,5 milljónir íslenskar á 5 árum. Hvað myndir þú gera við þá peninga? Ég vil vita hvort að þetta sé hægt á Íslandi. Ég er hér á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn að reikna út húsnæðisvexti. Sko, ef þú borgar 80.000 krónur á mánuði, bara inn á höfuðstól. Já, engir vextir, bara inn á höfuðstól, á 90 miljónar krónar láni, þá tekur 94 ára að borga það. Það tekur mannsaldur, nokkurn veginn. Já, og meira til, sko. Þannig að, hvað með börnin í þessu? Svona, þessi formúla gengur bara ekki upp, sko. Nei, svo var hann spurður að þessu, í ykkurum þræði, sko, og bent á nákvæmlega þetta, hvernig virkar þessi starffræði á þér? Þetta tekur 93 ára að borga þetta tilbaka án vaxta, og þá var hans svar, ef þið kjósi já, þá skal ég segja ykkur það. Það er ekki svarað frá hann. Þetta er bara verðin að selja hörbalef, sko. Nei, þetta er bara snáka olíusala á Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn, netverslun. Þetta er þetta bara mjög alvarlegt af því hann er búin að vera að koma fram með allskyns fullyrðingar, sérstaklega varðandi evruna og gjaldmiðlamálin og vextin og annað og þessu varpað upp fyrir fólk það bara hefur 90 miljónar lán og ég borga bara 80.000 á mánuð og auðvitað hugsa fólk það væri nú margt til þess vinnandi að koma aðstæðum þannig fyrir á Íslandi að maður þyrfti ekki að borga nama 80.000 krónur á svona háu láni en svo er þessi einfalt útreikningu sýnir auðvitað að það er enginn að fara að lána þér svona fjárhæð vaxtalaust til 93 ára skára væri það en þetta er ekki tekið niður og jáhreyfingin, Þorgerður Katrín eða Jónas Hagan eða Margrét Rós þau láta sér þetta bara vel linda og það gefur til kynna að fólk sé hlinti og telji eitthvað unnið með því að halda upplýsingaóreiðunni í hámark í landinu og þetta er bara maður eiginlega verður hálf svona skelkaður með þetta En þeim til varðar, er þetta ekki bara virka? Það var fólk sem trúar því að
húsnæðislánin sé að fara að lekka til varna, ég meina, og bara heimilisbókaldið sé bara að fara að lagast. Ef að tilgangurinn helga meðalið og ef þú telur þig með að vinna bara með sama hverjum meðölum þú getur beitt á andstæðingin, þá er það auðvitað bara þannig. En ég skora á þetta fólk að stíga fram og fordæma svona málflutning því að hann er alvarlegur og hann er villandi, að því að svo ef þeim tekst ætlunarverkið og tekst að véla Ísland inn í Evrópusambandið og þjóðin áttar sig á því að þetta er ekki sæluríki sem þau lofa og atvinnuleysi mun hér aukast þó að vextir munu mögulega lækka og eitthvað þeim túr, að þá mun fólk ekki finna fyrir eða hitta fyrir þann veruleika sem þarna verið lofa. Þá er fólk búið að kaupa köttin í sekknum. Kaupa snákálina. Já, snákálina. Og við erum látin hægt að taka lýsu og þurfum að taka snákáli í staðinu, eða ekki? Frá fyrirtæki Halldórs. Annað í þessu sem að mér langar til að nefna bara út frá umræðinu um jáð og nei. Því er mikið haldið fram að baráttan gegn aðelda Evrópusambandinu sé rekin áfram af auðmönnum og útgerðar auðvaldinu sem að vilji fákeppni og Kristrún og Þorgerður hafa talað með mjög afgerandi og ógeðfelldum hætti bara í garð Íslands atvinnulífs og þeirra sem hefur vegnað vel í viðskiptum í Íslandi. Auðmennirnir sem hafa gert garðin hvað frægastan í opinberu umræðu ESB eru Halldór Jörgensen Olesen sem á fasteignir í Danmörku og Spáni og hér og víðar, búin að vinna fyrir hátækni fyrirtæki út allan heim, mjög successful maður. Jónas Hagan sem á milljarða ofan, hefur auðgæðast nú reyndar upphaflega á því að hafa skatttekjur af Íslenska ríkinu í gegnum svona tax-free skíma eitthvað og síðan Margrét Rós Sigurjónsdóttir sem er giftin í eina auðugustu fjölskyldu Íslands. Þetta eru auðmennirnir og þau eru að teikna sig upp sem einhverja smælingja sem að sé að berjast gegn einhverju auðvaldi og meðan ég held að við séum allir því hérna að berjast við það í hverjum einasta mánuð að borga okkur fastegnalánum og reyna að leggja okkar til samfélagsins og það teiknaði svo mynd að við séum einhvern veginn að reyna að svifta íslensku ungmenni framtíðinni. Já. Við fengum nú kalda kveðju frá þínum uppáhaldsmanni í gegnum þessar hreyfingu núna í vikunni. Nú? Bubba Mortens. Já. Getum við ekki spilað það? Herru, við þurfum að finna það þar. Ef við ekki þá klippu til það sem hann er þannig í lagsviðinni að sem kostar 500 skall á dag. Já. Ég skal hérna, ég læt búlismennina græta þetta meðan við tökum fyrir næsta lið. Ef við kveikja hans og grillnustrókar. Taka hrós vikunar. Að gera. Það tengist nú því sem að Stefán var að ræða. Stefán er á þjóðstaftaði á þessu. Þessu eins og svo mörg öðru. Já. Get ekki setið á mér. Að það er hérna, ég sá að Arnar Þór Ólafsson, umsjónarmaður Auratals. Hann er með áhugaverða pistla sem að birtir á TikTok og Instagram og bara mjög upplýsandi umræðu fjármál og hérna mjög áhugavert hjá honum frábær maður og flott framtak. Var nú með pingjuna hérna einu sinni með honum Ingo Þór vinn okkar. Akkurat. Þannig að eftir sjáðu því hlaðvarpi. Já. Þannig að hérna og það er undir hrósi vikuna því við erum uppbyggilegt hlaðvarp, við erum hrósa og sérstaklega þegar við kveikjum á Evertur grillunum þá viljum við þetta vera hrósa. Vissulega. Þessum flottu grillum sem voru nú notuð á gólmótinu í gær sem við komum eftir því. Betur, ég meina allt kjötið sem að fólk sporhendi var grillað á Evertur. Já. En talandu það, hann tók þetta fyrir nýlega. Hann Arnar Þór, hann tók þetta fyrir akkurat það hvernig þessu umræðu það hvernig auðmönnum farnast betur í króninni og vilja haldi hana sem er alltaf bara mýta. Við skulum hlusta það sem hann hefur að segja. Ég ætla bara að leyfa fólki að heyra þetta. Að heyra óvenju mikið það hátt vaxtastig þjóni ríkasta fólkinu eða svo kallari elítu hérna á Íslandi og þá sérstaklega núna nýlega í kringum ESB-umræðuna. Það er talað að elítan vilji ríkhalda í hátt vaxtastig. Leyfum mér að leiðrétta þennan grundvalla misskilning. Fólk sem hagnast á háu vaxtastigi er aðalega fólk sem að skulda lítið og geymir peningin á sparnaðarreikningum. Og það er hellingur af þessu fólki hérna á Íslandi. Oftast er þetta bara venjulegt, harðdugulegt fólk sem hefur komið sér í þessa stöðu yfir langan tíma. Geymir kannski einhverja milljónir, ef ekki 20 milljóna inn á sparnaðarreikningum og er lítið fyrir að taka áhættur með peningana sína. Ríkasta fólki hins vegar, eða elítan, eins og hún er kölluð í þessum umræðum, það er fólk sem hefur virkilega hagað því að lækka vaxtastig. Þetta fólk geymir ekki peningana sína inn á 7% sparnaðarreikning eins og venjulegt fólk. Það hefur enginn í elítunni áhuga á 7% ávöxtun fyrir skatt þegar verðbólga er 5,3%. Þetta er fólk sem á eignir. Og hvað gerist fyrir eignir þegar vaxtastig lækkar? Það hækka í virði. Af hverju? Vegna þess að þá verður lánsfjármögnun ódýrari. Og þetta fólk, það elskar skuldir. Þannig að þegar þið heyrðum að þjóni einhverju elítu að halda vaxtastigi háu, þá skulið þið taka því með fyrirvara.
Þetta ekki bara hárrétt hjá honum? Þetta er hárrétt. Já. Þetta er hárrétt og kemur aftur inn á punkt sem að við erum að hamra alltaf á að eignaverð hækkar með lækkandi vaxtastígi, þannig að þetta er ekki töfralausn þegar kemur að því að koma. Já, ríka fólki hefur bara hagað því að það er oft þessu hugmyndum að þeir sem að eiga svona þessa mesta peninga, þeir séu bara með svona einhvern geimi eins og Jóakim Aðalund og svona stökkbretti en þetta er nú í nánast alfarið bundið í eignum sem að eru verðminni þegar að vextir eru hærri en ella. Já. Strákar, ég var að senda ykkur, búlistrákar, ég sendi ykkur linkin sem að, já, við tökum það eftir. En talandi ríka menn, þú nefndir Jónas Hagan. Já. Ég sá að hann var í viðtalið daginn á Tóta vin okkar í einni pælingu. Já. Og það sem hann segir með annars þetta hér, við erum að spila þetta nokkuð myndbunda, en við skulum bara setja upp headphone-in aftur og að fjalla þetta framtíðinni í Evrópusamtinu. Þessar fólk samtímans áhrif á samtíman, en þú veist, Evrópusambandið eins og segi stofnað 1951 og ég að horfa alltaf til þess hvernig Ísland mun líti út árið 2040. Ég á 5 dætur, elsta er núna 30 og nýkomin heim frá Danmörku. Við vorum bara að bera saman hvernig hennar, þú veist, upplifun var við að kaupa sér húsnæði þar með húsnæði hér. Ég á, þú veist, hina dætur mínar er alveg frá 11 og upp í 30 og ég er svona alltaf að horfa á hvernig verður framtíð þeirra. Þessi þáttur er í boði Þorgrím. Sko, já. Hvernig verður framtíð þeirra? Hvernig verður framtíð þeirra? Já, ég myndi nú halda. Nú er ekki ætlurinn að taka börn Jónasar sérstaklega fyrir þessu þætti. Nei, þetta snýst ekki um það. Sko, fyrst að hann svona kemur inn á þetta. Mig grunar að þeirra framtíð verður nú bara ansi góð, er það ekki? Ég held að það skipti engu máli hvaða gjaldmiðill er hér í landinu til að svo verði. Heim og þau hafa bara aðgangað þeim gjaldmiðli sem þau vilja. Hann er að selja núna þessa svakalu íbúð þarna í Austurhöfn á $10 milljónir í gegnum fasteignasölu á skattaparadísinni Jersey. Já. Það er íbúð sem hann keypti fyrir nokkrum árum á $0,5 milljarð og innréttaði með stórkostlegum hætti ótrúlega falleg eign með þess að ég séð. Og ef hann selur þá íbúð þá er það 1,3 milljarðar sem að koma í hans vasa þar. Hann á auðvitað fasteignir út í Flórída þar sem hann hefur búið árum saman, hann hefur búið þetta í Sviss og Bretlandi og út allt. Aldrei í Evrulandi? Já, ég kannski hefur hann búið í Fraklandi, ég þekki, hann sög ekki nægilega vett í þessi, ég þekki allan að þessi lönd sem að ekki er Evrópusambandinu hann hefur búið í og ekki er hann að selja íbúðuna í evrum, heldur dollarum. En Jónas er einfallega einn af auðugustu mönnum Íslands, hefur farnast mjög vel og hefur sennilega borgað mikla skatta hér inn í okkar góða samfélag og allt það. Nei, glæsilegan feril. Glæsilegan feril, en að láta eins og að hann hafi áhyggjur af því hvernig börnina segja að koma sér þaki yfir höfuð, er þetta enn einn svona birtingamynd fyrringarinnar. Þetta er bara fólk sem maður mun aldrei þurfa að hugsa peninga í einu en einu tilliti. Ólíkt okkur og ólíkt fólkinu sem að núna er að segja, nei, við viljum taka og hafa þessa hluti í eigin höndum. Við viljum ráða okkar framtíð og hafa okkar örlög í okkar höndum, ekki í höndum belga eða hollendinga eða frakka. Og þá kemur þetta ágæta fólk, auðmenn Íslands, klæða sig í strigapoka og láta eins og þau séu einhverju þurfalingar sem að þurfu svo mjög á því að halda að lækka vext af Íslandi. Já. Þannig við þurfum ekki ágjöra börnum hans. Þetta er bara svo hjákátlegt. Ef það er eitthvað sem hann á ekki að tala þá er það einhverjar fjárhagslegar áhyggjur fyrir hann barnana sinna. Ef að heyra eitthvað við okkar Bubbi hefur að segja? Bubbi Mortens, það hlýtur að vera eitthvað gáðlegt. Einn af þessum mönnum sem á alltaf mikið ósagt. Ég ætla að segja já, ekki vegna þess að þetta skipti mig ekkur svo miklu máli í gamlan kall, en börnin mín eiga að skilja það besta. Og ég á 6 börn. Og þau eiga bara að skilja það besta. Þau eiga ekki skilið að Torfbæir í Armani jakkafötum segi þeim að þau eiga ekki rétt á því að eiga geggjaða og fallega framtíð. Áfram Ísland, áfram framtíðin. Áfram Ísland. Eiga börnin mín skilið að í lopapeysu svipti þau réttinum til að taka ákvarðanir það hvernig þau ætla að haga lífi sinni í framtíðinni. Hvers konar málflutningur er þetta? Hann stendur hérna á bökkum Laxár í Aðaldal, sýnist mér. Og heyrðu, með myndavél sem kostar mörg 100.000, hann keyrir að giltum Range Rover og hann lætur eins og að framtíð Íslands sé bara eitthvað dökk og ömurleg.
ef að það myndin alltaf sem að fólk að reyna að tekna upp. Hann býr í einu ríkasta land í heimi, hann glamrar á gítar og getur verið að dúlla sér á reynsóver og í lagsveiði árið kring og svo þetta skilabóðan til okkar. Mér bara orðið öllum lokið yfir því hvernig þetta fólk tala til okkar. Mér bara algjörlega misboðið. Öll þessi barátta snýst það að tala niður Ísland, íslenskt efnahagslíf og þetta fara að snúast til að tala niður Íslands samfélag eins og hann að gera þarna. Fáum við betri tónlistamenn ef við komum með Evrópusambandið? Munum við þá geta hlustað á evrópska tónlist, loksins? Bara býð eftir því. Og ég sem vil bara hlusta á Taylor Swift og Ellu Langley. Þær eru ekki í Evrópusambandinu, það getur sagt ykkur. Uppi 970 og 70 í júní. Já, og sko mánu til hamingju með það. Frábæra tónleika þar. Fóruð þið þangað? Lét mig vanta. Nei. Ég fór ekki á tónleika. Ég mikill Bubba aðdáandi til hlusta mikið á músíkina hans. Finnst það frábær tónlistarmaður. En þetta bara ekki boðlegt og Bubbi hefur þetta svo oft spólað yfir sig í opinberu umræðu. Muniði þegar hann mætti í 300.000 króna appelsínugulu 66 og norðurúlpunni á einhverjum flutningabíl fyrir utan Seðlabanka til að krefjast þess að Davíð Oddsson eða reki. Hvor þeirra hafði nú lagt meira til Íslands samfélags? Já. Já, var hann ekki líka Bubbi, hann vildi náttúrulega borga ISF upp í topp og helst meira til. Hann og Sveinn Andri Sveinsson. Er þetta ekki allt sama fólki sem vildi borga ISF? Þetta bara nákvæmlega sama fólki. Það virðist ekki geta tekið hagsmunni Íslands og sett í efsta sætið. Þetta fólk virðist ekki hafa trú á því sem að okkur hefur tekist með glæsibrag alveg frá því að við öðluðust sjálfstæði 1944. Já, þetta nákvæmlega sama fólk og vildi borga ISF sem ætlar að segja þetta nákvæmlega sama fólk. Strákar, getum við fundið stökkvast þetta viðtal, ég var ekki búin að undirbúa þetta, ég held að síðan á Vísi, viðtali sem að það verið að vitni í viðtal sem Þorgerður Katrín var í Politico, eða ekki? Jú, það var MBL eða Vísi. Já, stór frétt í mál, það reyndar eru núna byrtast, það var líka stórt big read í Financial Times. Já. Sem að ég hvet fólk til þess að kynna sér það sem að verða að fara onni í sauman að þessu skoða stöðu Íslands í þessu sambandi. Hún Þetta er fréttin, já. Já. Það er áhugaverð ummæli sem eru höfð þarna eftir ónefndum heimildamanni innan Evrópusambands í lok fréttarinnar sem langar til að fjalla þessum. Já, og svo kallar hún þetta andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Ég held að það sé nú engin okkar á móti því að kjósa þetta. Nei, bara þetta á móti. Þannig, hún bara búin að búa sér til andstæðinga. Að það er haft eftir ónefndum embættismanni framkvæmdastjórnar ESB sem að fjalla það að mögulega kæmu Ísland og Svartfjallaland inn á sama tíma. Og segir þar að ef að verði aðild Svartfjallalands er það eitt fátækasta aðildaríki og með því að Ísland og Svartfjallaland komi inn á sama tíma inn í sambandi til að embættismaðurinn í Ísland myndi raun greiða fyrir aðild Svartfjallalands. Segir orðréttir í greininni, svo ég vitni bara í hana sjálfa. Given the timelines, a joint Montenegro-Iceland package with member countries ratifying their bids together is a strong possibility, another commission official said. Iceland's wealth would make it a net contributor to the EU budget and effectively pay for the membership of Montenegro, which would be among the poorest members of the bloc, they added. Talandu gestalista? Talandu gestalistan, sko. Þetta eru þjóðurnar sem eru að koma inn. Bara, komið þið bara báðir og þú tekur reikningu? Evrópusambandið að hugsa þetta bara, hér er einn ríkasta þjóð í heimi, fámenn þjóð 400.000, í Svartfjallaland eru íbúðarnir rétt innan við 700.000, gríðarlega fátækt ríki og ég ætla að segja, margir hafa nú verið svona ABC-foreldrar eða svona heimsforeldrar og verið að styrkja börn til náms og uppbyggingar erlendis. Ísland verður þannig að Svartfjallalandi. Við munum fá bréf einu svona ári þar sem að okkur verður þakkað fyrir alla miljardana og svo fáum við myndir af nýju brúnni og vegakerfinu sem hafa reist fyrir Íslands skattfé. Það er þannig sem þetta verður. Já. Þetta þetta bara reyðast upp fyrir mér þarna að því að Halldór Benjamin skrifaði nú grein í vor einhvern tímann þar sem hann fjallaði gestalistan og var að benda á þessi nýju aðildarríki sem eru þá á leiðin inn og hagkerfið flestra af þessar landa eru nú ekki beisinn. Þetta eru bara mjög fátæk ríki og mörg þeirra eru reynda líka bara í erfiðri stöða því að stjórnkerfið þeirra eru veik. Þessar þjóðir hafa mikla hagsmuni af því að fara inn í Evrópusambandið til að láta laga þessa hluti. Og það er líka bara fjárhagslegu hvati fyrir þessi ríki að fara inn. Mikið fjárhagslegu hvati. Þau fá virkilega þessar styrki til samgönguframkvæmda sem er búið að lofa okkur til dæmis með göngunarlega. Það er ekki að fara að gerast en það eru þessi ríki sem að fá þessa peninga. Þegar Halldór Benjamin skrifaði þessa grein, var þetta ekki greinin það sem að Þorsteinn Pálsson vildi láta rekan sem fórstur heima eftir þetta? Jú. Og Boga Níls, af því að Bogi Níls vogaði sér að benda á það hvernig ETS-kerfi væri að ganga flugfélaginu döðu. Já.
Þannig að Þorsteinn Pálsson vildi ekki að þessi minni væri að tjá sig neitt. Nú lítið heist frá honum, svona nýverið, ekki satt? Já, hann skrifar nú aðra bara. Þau eru, hann og Þórunn Sveinbjarnardóttir, þetta fólk sem er að læka þessa fæslu Ólaf Arnarsson og öll þessi svigumenn. Sveinandra og... Það spyr sig bara hvað gengur þeim til? Það eru, ég sá að Kristrún í þessu fyrirnefnda viðtali á Vísi í gerð, það segir hún að það þurfir henni bara einfalda meirhluta til að taka þessa ákvörðuna því að hún hafði orðað því fyrir kosningar síðustu að það talar með þetta svona 70-30 kannski til að vilja með að þjóðarana til að fara inn í Evrópusambandið. Já, í þessu fræga viðtali var það ekki Chess After Dark? Jú. Sem hún mætir og segir það verður að vera sterkur og ríflegu meirhluti hjá þjóðinni til þess að fara hreinlega staði í þessu. En hún augljóslega stóð ekki við það og svo segir hún þetta núna að 51% nóg til að taka ákvörðin í ár hver áttina en dæmin segja okkur svo sem ekki að við eigum eitthvað að treysta þessu eða hann okkur. Ég held ekki sko. Nei. Mér langar til að... Ég má nefna bara með Kristrúnu að hún hefur líka tekið þátt í þessum skollaleik að halda fram hlutum sem eru staðlausir stafir. Það gerði hún í þessu fyrirnefnda viðtali án þess að Sigmar Vilhjálmsson fengi rönd við reist þó hann reynir nú allt sitt besta í því. Hún segir í viðtalinu að verðbólgan sé á niður að sleggjan sé að virka og það hefur tekist að lækka verðbólgu og það sjáast meðal annars á því að verðbólga hefur verið í kringum 9% á síðasta kjörtímabili. 9-10%. 9-10%. Meðal verðbólga á þessum tíma frá nóvember 2021 fram í desember 2024 var 7,4%. Á þessu er þá 1,6 til 2,6% stiga munur. Sem er töluverður munur í þessu. Þetta er rosalegur munur og þetta er bara enn eitt dæmi það hvernig verið er sífellt að halda fólki ósannindum. Þetta er ósatt. Þetta talar þvert á augljósar staðreyndir sem forsætisráðherrann á að búa yfir vitneskju og þetta er svo, ég er í alvörunni orðin skelkaður að vera í þessar umræður, við erum að reyna að halda umræðinu hér á málefnilegum nótum, fræða fólk, kalla fram ólík sjónarmið og úr annar áttinni dynja á okkur, ósannindi, rangar tölur, það er ein upp mynd sem er ósann. Og svona getum við samfélag sem ætlar að byggja á góðri lýðræðishefð og telur að almenningu sé upplýstur og fjölmiðlarnir traustir og stjórnmálamennir vandar virðingu sinni. Við getum ekki hegða okkur svona. Nei, allur tíminn fer í það að leiðrétta rangfærslur í staðan fyrir að eiga debatt hið efnislega í þessum máli. Við erum með forsætisráðherra sem að heldur, kannski heldur það bara, að verðbólga hafi verið 9-10% að meðaltali á síðasta kjörtímabili. Já, þau eru búin að samfara sig það að sleggjan fræga sig að virka og að þau séu búin að laga ríkisfjármálin og allt þetta sem er bara einhver gerviveröld. Þetta er ekki svona. Og það sem við gerum þetta núna er að segja að verðbólgan sé svo há núna því hún er öll innflutt, sem við svona að ræða á hann, en verðbólgan á árunum sérstaklega 21, 23, hún var sannarlega, það var alþjóðlegu verðbólgu skellur út af orkumálunum. En hér er það því ekki til að dreifa, hér er aðal undirrót verðbólguna í dag hækkandi verð á þjónustu, þar sem ríkið hefur gríðarlega mikil áhrif á þróun. Og þau segja, vissulega, eins og hún segja, vissulega fóru við ákveðna gjaldabreitingar áramóti sem að juku verðbólguna, Seðlabankinn var á njánum fyrir áramóti, segja ekki fara í þessa breytinga núna, þetta er á viðkvæmasta tíma. Þetta getur kallað fram verðbólgu rót sem að enn eimir af núna þegar komin er 8. mánuður ársins. Þau bera megin ábyrgðina, þeim var bent á það, þau voru vöru við því. Þannig að þau get ekki vísa þessum vanda sem við stöndum í núna á neitt nema sig sjálf. Ég er orðin sannfærður það. Að þau telji gott fyrir sinn málstað og þið stóra mikla markmið að komast inn í Evrópusambandið að vera hér núna með aukna verðbólgu og aukið atvinnuleysi. Og þar með eiga auðveldara með að tala niður íslenskt efnahagslíf, íslenskt samfélag og láta eins og hér sé bara samansafn af einhverju biluðum fyrirtækja, forstjórum og eigendum sem að séu í öllum aðstæðum einhvern veginn að reyna að snuða almenningu í Íslandi. Og fá samkeppniseftirlitið mitt í það verkefni að tortryggja öll möguleg fyrirtækin á Íslandi. Hver eru líkurnar á því að samkeppniseftirlitið fari í einhverja húsleitir eða einhverja aðgerðir í aðdraganda kosninga? Til dæmis á matvörufyrirtækjunum eða... Bara vel mögulegt. Páli Gunnar Pálsson er bara treystandi til hvers sem er. Það sé líklegt að það gerist. Já. Ég sé allir leikur á því, það þarf að spila ykkur út, sko. Það get ekki bara verið að reyna að plata okkur, sko.
það þarf að koma eitthvað sem höndur á festandi en hafið tekið til því að bensiverið þáttur að ráolíuverð á heimsmarkaði, það hefur nú farið aðeins upp núna síðustu 2 vikur, bensiverið er nú ekki að fylgja, þannig að þetta er ótrúlegt sko. Lélegir ekstramenn þarna hjá olíufélögunum þeir séu ekki búin að frétta þessum hækkunum. Já, Hagar og Festir allan ekki að svara fyrir sig, það sem kemur mér alltaf óvart í sumar og hefur valdið mér svolítið vonbrigðum, verð ég að segja. Ég held að hafa líka bara allir séð þetta svo kallað umræðuskjal þar sem að fyrirtækin eru í rauninni sakveld á þess að geta borið höndur í höfuð sér. Ég held að hafi nú allir sem að skoðu þetta umræðuskjal ofan í kjölinn sá hversu óvandað það var. Þannig að ég held að það sé nú kannski það sem að orsaka það að þessu hefur ekki verið fylgt eftir að meiri hörku en það getur auðvitað verið á leiðinni. Páll Gunnar er bara að keyra mjög harða pólitík og hann gerir það í samkrulli við ríkissjónvarpið, alveg eins og héraðssaksóknari. Þetta eru stofnanir sem að telja sig að hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta. Páll Gunnar mætir reglulega í viðtöl þar sem að hann veit að hann fær þægilega spurningar, sérstaklega á RÚV og heimildinni líka? Já, sérstaklega á heimildinni. Ég oft beðið Páll Gunnar að koma og ræða við mig vegna þess að það er mörg áhugaverð mál sem þarf að ræða efnislega og bara af þunga og festu og Páll Gunnar er einn af þessum mönnum sem að telur sig í þeirri stöðu þó hann sé forstjóri ríkisstofnunar sem á að vinna fyrir okkur öll að hann getur bara hundsað þetta, hann afþakkar ekki eins og hann bara svarar ekki póstum og ég get upplýst að hér að ég hef núna beint kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna þess að það þýðir ekki að vera með svona gíru að forstjóra sem að telja sig geta vaðið yfir allt og alla og séu að hafna yfir lögin í landinu. Síðasti æviranni forstjórinn? Þetta er svo ógeðfellt að maður á ekki til eitt aukatekið orð. Honum ber skylda til að svara ríkistofnunum ber skylda til að svara erindu borgarana. En þannig að hann má alveg hafna viðtal og allt í góðu sko en það væri bara efnislega gott og þetta er svo umkunnavert þegar að menn geta aldrei mætt í viðtöl nema það sem þeir vita að þeir eru bara með eitthvað á móti sér sem bara algjörlega sammála þeim í þeirra enga hernaði sko. Þetta er ekki burðugt í lok dags. Eða það ekki málefnið. En þetta er hans og Páll Gunnar náttúrulega bara pólitískt skipaður af Framsóknarflokknum á sínu tíma, bara var þetta ráðherra fyrir Framsóknarflokkin og hann hefur fengið allar sína vegtillur innan kerfisins, fyrst sem forstjóri fjármálaeftirlitsins og síðan sem forstjóri samkeppniseftirlitsins á grundvelli pólitískrar spillingar. Já, og Stjúpmamma beitti sér harkalega á þingi árið 2013 þegar til stóð að sameina samkeppniseftirlitið, Neytendastofu og Póst- og fjarskiptastofnun. Einmitt. Þá var hún að þingi fyrir Framsókn. Hann fær þetta starf 2005 þegar samkeppniseftirlitið er stofnað og þessi stofnun var stofnuð á sem sagt grunni þess sem hétt verðlagsstofnun. Þannig að við vitum alveg ef það er eitthvað svona stofnar minni þannig inni þá vitum við hvaðan það er komið sko. Já. Ef að skella ykkur smá útilegustrákar. Já, ekki. Jú, kíkja Ellingsen og ná okkur útilegubúnað og það fer nú að vera svona síðustu dagarnir til að endast í útilegu í sumar. Nei. Hvernig læt ég? Og útilega á aðvendunni, ég meina það er bara klassist sko. Hvað er að menna að fara lengi í útilegu? Ég hef farið í útilegu í lok ágúst. Það er alveg hægt að vera í september líka, eða ekki? Það er hægt, jú. Jú, það er allra hörðustu. Með herkjum. Já, ég fer ekki útilegu sko. Akkur ekki? Alveg eins og ég er ekki í lagsveiði, mér finnst bara ekki gott að vera kalt sko. Nei. Við erum komin á það þróunastig í þessum heimi að við þurfum ekki að láta okkur vera kalt. Nei, þetta er stemming maður. En svo er þetta að kaupa sér líka bara góðan búna og það verður mann ekki kalt sko. Já. Þess vegna fyrir við Ellingsen til dæmis. Það er málið. Herðu, ef við sætum nú í útilegu og varum að spjalla saman, búin að grilla okkur og sætum í hlýjum fötum og litum okkur líða vel. Það er sko ég hef venlega beðið gestu að koma með eitthvað svona topic til að ræða. Hvað þurfum við að ræða sem við erum ekki að ræða? Ég ætla sjálfur að koma með efni í dag. Þannig ég hlýfði ykkur við heimavinninni. Því ég vissi þegar við vorum nú langt fram á nótt að vinna. Að klára, já. Það var löngvægt. Vinna. Að klára golfmótið í allir sinni mynd. Bara einn erfiðasti dagur sem ég lifað. Já. Sko, mér náttur að velta því upp, sko, að því við erum búin að koma þess inn á þetta einhver leiti, en þú talar það hvernig, sko, er búið að tala atvinnulífið. Og maður sér hvernig aðalega Viðreisn og Samfylkingin tala þá sem er eitthvað fyrirtæki, þá sem eru bara í forsvari fyrir stór fyrirtæki, fyrir hagsmunasamtök og svo framvegis, hvernig það er búið að tala niður hagkerfið, krónuna, hagkerfið í heilsinni. Þá veltum maður upp, sko, og í samhengi við þetta líka, og við höfum áður fjallað með hér, að Kristrún Frostadóttir var að miklu leyti kjörin út af það að hún var í klár hagfræðingur og hún geti tekið hér á efnahagsmálum. Hún var með eitthvað töfralausn í efnahagsmálum hér. Já, svo fáðu við Daða Már Kristófensson sem er hagfræðiprófessor og kemur inn sem fjármálaráðherra og hann ræður heldur ekki í verkefni. Þau er ekki að sinna þessu. Það er ekki verið að taka verðbólgu, það er ekki verið að taka vöxtum og svo framvegis. Þetta er alltaf að fara í vitlausátt. Það er bara þannig. Og þá veltum maður fyrir sér með að það hvernig búið er að tala
og alveg óháð því hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer í lok ágúst er skaðinn kannski skeður? Það hefur ýmislegt verið sagt í sumar sem verður ekkert aftur tekið. Það er búið að valda skaða, það er búið að valda tortryggni og það er þetta búið að egna fólk upp á móti hvert öðru. Við erum alltaf svolítið með veiðigjöldunum í fyrra. Já, það er rosalega harka í umræðinni. Út á þetta gengur öll vinstripólitík að tortryggja samborgara sína og allt sem þið verður að gera, það einhvern veginn runnið undan þeirri hugmynd sko. Og það er, þú veist, veiðigjöldin, það eru sjávarútvegurinn og svo núna síðast matvöruverslanir og smásala með bensín. Það síst allt að tortryggja samborgarana og það er sorglegt að við þurfum að lifa við þetta akkurat núna. Sem er, skaðilegt. Já, það er það. Þetta samfélagsin eining, hún líður fyrir þetta. Það er að fara ótrúleg orka í þetta. Það eru stór verkefni sem við stöndum fram fyrir, bara í verðbólgunni og að ná einhverjum tökum á stöðun á vinnumarkaði. En það fer allur fókusinn í þetta. Og þau eru sífellt sem að henta, þau eru ekki að grípa fram í það henta þeim kannski bara ágætlega þau eru ekki að takast á við verkefni sem þau þurfa sína þetta henta þeirra málstað og þeirra stöðu ágætlega en auðvitað kemur að skuldadóm það verður kosið hér árið 2028 í síðasta lagi og þá verða þessi hlutir gerðir upp og eins og staðin er núna þá horfur þetta ekki rétt átt vegna þess að stjórnvöldin er ekki einbeita sig að því sem þau eiga að vera að gera þið muni bara þegar Kristrún kom með þetta verkefni í upphás að við leitum til almennings, við viljum finna leiðir til þess að hagræða í ríkisrekstri og það komu mörg þúsund tillögur í þeim efnum viðskiptaráð þau nú bent á það að það er ekkert verið að vinna í þessu og sama tíma og Daði Már Kristófersson segir opinberu starfsmennu þarf að fækka 1% hérna á þessu tímabili og annað að þá kemur í ljós að opinberu starfsmennum fjölgaði 1000 frá maí í fyrra og fram til maí á þessu ári þannig að þau ekki að ná tökum á ríkisfjármálunum ég held að þau ætli sér ekkert að ná tökum á þeim fyrir þau eru bara búin að koma okkur inn í Evrópusambandið og þá hætti ég enn síður að menn muni reynað enda eru ríkisjóðir stærstu Evrópusambandsríkjana flesti hverju rekni bara með botlusum halla og snjóhengjan sem að hangir yfir þessum samfélögum bæði í ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum en líka bara skuldastabba þar sem að menn hafa verið að taka velferðina láni hækka bara og hækka og þetta endar auðvitað með ósköp það þekkja það allir bara úr sinni heimilisbóka að ef þú lifir efni fram þá getur þú gert það í svo marga mánuði en að lokum þá bara brestur stíplan og allt fer í mask og skaðin felst auðvitað líka í því hvernig talað þú veist, þeir eru alltaf verið að tala niður atvinnulífið tala niður fjárfestingar, tala niður ný viðskiptatækifæri framþróun í atvinnulífinu og allt þetta og hvernig allir fyrirtækin bregðistu þessu? Bregðistu við þessu með að keyra upp fjárfestingar eða reyna að vaksa? Það bara upplifa sér bara allir í varnarbaráttu. Ég heyrði með landbúnaðinn að það er engar fjárfestingar eiga sér stað þar, það er algjör óvissa það hvernig staða landbúnaðarins verður ef við förum í þessar aðildarviðræður. Ég hef aðeins verið, við höfum nú aðeins rætt þetta sko, við erum menn frjálsmarkaðar og við viljum að það ríki frelsi til viðskipta heim allan, við viljum bara vera með fríverslunarsamninga við Kína og Bandaríkin og Indland og alla og við Evrópusambandið, við viljum eiga í ríkum og góðum samskiptu við þá, gerum það núna í gegnum EES-samningin en það er ofta rætt bændur og það er reynt að teikna upp mynd að við búum við svo vont kerfi og að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir geti ekki borða allu frönsku ostana sem hann langar til að borða og eitthvað svona sko. Við getum fundið lausn á þessu öllu innanlands hjá okkur, en það er eitt sem við verðum að standa vörðum og við getum ekki látið löndulega og það er íslensku landbúnaður. Hann eins og sjávarútvegurinn er auðvitað matvælaframleiðsla, sjávarútvegurinn stendur mjög vel undir sér og skilar mjög miklu bara í cash money, eins og maður segir, í kassan hjá ríkinu og hjá fyrirtækjunum, en landbúnaðurinn nýtur opinbers stuðnings og það kerfi er að einhver leiti bilað vegna þess að eins og sauðfjárbændur þeir hafa það ekki nógu gott þetta er betra í mjólkinni þó að mikla fjárfestingar hafi verið þar í gangi sem er að reyna smönnum erfið að nú nota hækkandi vaxtastígi en við verðum að hafa landbúnaðinn í lagi vegna þess að við verðum að geta stólað á innlenda matvælaframleiðslu ef að aðfangakeðjur annað lokast, það er bara ekkert grín og þetta er í mínum huga þegar menn að segja, þetta er svo dýrt, við erum að borga 20 milljarða hérna inn í landbúnaðinn þetta er bara eins og fyrir þjóðir sem að setja peninga í varnarmál
þú veist, það ekki peningar sem eru bein fjárfesting eða uppbyggilegar í sjálfu sér, skiljum. Það bara gett vegna þú verður að geta varið þig. Og við getum ekki varið okkur og sjálfstæði Íslands nema að við framleiðum matvöru á grunni landsins gæða. Þetta bara eitthvað realpólitík þarna sem að... Nei, þetta bara veruleiki sem, það bara hefur kostnaði för með sér við nyrstu höf að framleiða matvæli. Við erum svo heppin að þau eru í fremstu röð gæðarlega, þetta eru einhver bestu prótein sem að hægt að komast í, mjólkin og kjötið og afurðirnar af þessum skepnum almennt. En það eitthvað sem við verum að standa vörðum og þess vegna tek ég mikið mark á bændasamtökunum sem að voru núna í þessari viku að senda frá sér skýrslu úttekt og segja bara, ef við förum inn í Evrópusambandið, þá missum við forræðið á þessu. Yfirstjórn þessara mála verður í höndum annara en Íslendinga. Og sú hugmynd í mínum huga ekki aðeins óaðgengileg, hún óþolandi. Og ég trúi því ekki Íslendingar séu tilbúinir í þennan leiðangur. Og það máli rífast hvernig þessum stuðningir háttað, hvort, tollar viljum við hafa þá eða ekki, þessi búrusamningar, hvernig eru þeir settur upp, þetta verið aukna beingreiðslur, bara hvernig sem það þá þarf að tryggja matvælaframleiðslu í Íslandi, þjóðaröryggismál. Þetta eitthvað sem við getum bara list innanlands, sko. Já, akkurat. Við getum bara leist það innanlands, vegna þess að Evrópusambandið mun ekki taka okkar hagsmuni fram yfir annar. Þetta bara eins og samtök fyrirtæki sjávarútvegi hafa verið að benda ávarandi Írland og Dóttir, þú þekkir nú betur en ég. Heyrðu, þar eru menn bara að víla og díla með aflaheimildir og þar eru bara hagsmunir Íra ekkert í fyrsta sæti. Það eru bara hagsmunir Evrópusambandsins sem heildar og þar erum við bara pínu lítil baun á jaðri stóra matardiskins. Þetta orðið þannig núna innan við 10. hver fiskur sem veiddur í lögsögu Írlands, hún með landað á Írlandi. Þetta orðið þannig og þeir voru með einhvers konar undanþágu, eða ekki, með makrílinn. En svo þegar það harnar í ári og aflamarkið dregst saman, þá var bara hringt og bara sorry strákar. Svona er þetta bara. Þetta er ekki svona lengur, við ætlum að taka þetta. Björn Bjarnason var einmitt að benda á það í viðtali hjá mér fyrir í dag í spursmálum að Írar hafa fagnað alveg sérstaklega hugmyndir að fá Íslandin í Evrópusambandið. Og þeir hafa sagt það væri bara mjög gott ef þessi umsókn kæmi núna með að við förum með forsætið í ráðherraðinu. Heyrðu, Írar eru helsti andstæðingur okkar í makrílmálum. Makríl er orðin ein mikilvægasta auðlind Íslands og Írar eru í hörðum slag við okkur það. Þeir vita að ef við göngum í Evrópusambandið, yfirstjórn sjávarútvegsmálana færist til ráðherrana í Brussel, að vera ekki hér, þá verður miklu auðveldara að ná hærri hlutdeild úr þessum makrílstofni heldur en þeir eru að díla við Íslendingarna sem að geta staðið keikir, fullvalda og sagt, hingað ekki lengra, við ætlum að veiða makrílun okkar og þið getið veitt þann fisk sem að þið finnið í eitthvað lögsögu. Þannig íbúið að berja á Írum sko í þessum bekk og nú kemur nýr krakki í bekkin og þá eru þið bara fagna því og þeir vilja berja okkur. Og rökin alltaf þau, sko, þetta með að fá sæti við borðið. Þetta er nú frasi sem mikið notaður en þegar kemur til dæmis að samningaverðum þessa uppsjávarstofna þá einfallega missum við sæti okkar við borðið þar því að þá myndi ESB semja fyrir okkar hönd. Þannig að við missum sæti við borðið í þeim efnum. Talandi bændur, það var nú nokkur bændur sendt með skilabóð í sumar og menn eru líka bara að bíða með fjárfestingar, menn eru bara að bíða með að kaupa sér nýja traktora eða vélar eða endur nýja fjós eða kaupa landaregnir, þú veist, eða jörðina við hliðina og hvernig það er ýmsar fjárfestingar sem bændur þurfa að ráðast í. Já, það er ekki skrítið að menn séu að bíða, þeir þurfa að sjá hvernig þetta fer að því að ef að... En mæntilega lítur þetta að gilda þá sjávarútveginn og iðnaðinn og fullt af fyrirtækjum sem að... Og þetta bætist að ráða með þjóðarinnar eru í sífellu að tala niður íslenskt efnahagslíf, þannig að það er ekki skrítið að menn halda þessu höndum og þetta er örugglega í öllum geirum. Þannig að þegar spyrir hvort að skaðin sem skeður þá er svarið ykkar begja já. Það fer að líta þannig út. Ekki? Jú. Það sem skaða þá ekki menn, það er að kíkja, við fórum nú á Kartunás í Írlandi í sumar. Já. Við vinnum okkur í gebiferðum. Úr einu í annað. Þannig að talandi Írana, þú varst að tala Írland. Það var ekkert rætt makríl þarna. Þetta er eitt af því góða sem að kemur frá Írlandi. Já. Eða þar að segja er á Írlandi. Það er gott að geta sótt heim. Já. Alltaf gaman kom til Írlands. Það er alltaf lágt. Það er ennþá sértilbúð þarna að fara á Kartunás gegnum gebiferðir. 190.000 mann. Þannig að þeir sem vilja nýta síðustu daga sumarsins í þetta, þeir geta gert það. Er þetta 190.000 mann? Eða það bara fari í haust. Já, þetta eru 3 nætur, 3 hringir, 190.000 skall. Þetta
til hann sem verið sloppið. Já, ekki? Jú. Þetta er sem að Jónas Hagan myndi segja $1,000 tilbúð. Það er ekki neitt fyrir svona ferð. Nei. Þannig að við hvetjum fólk til að kíkja á þetta. Og svo er líka svo næs að fara til Írlands. Þetta er bara 2 tíma flug. Þetta er bara aðeins lengra en flug á norður eða eitthvað svoleiðis. Stutt síðan frá flugullunum á hótelið. Og nærið hring sko, Icelandair tímasendingarnir eru þannig að þú nærið hring hérna daginn sem þú mætir sko. Já. Síðan höfum við verið með annar lið hér, þar sem við höfum beðið fólk að mæla með bók sem að les. Þegar kíkir til þess á Hótel Akureyri. Ég er til miður ólæs. Og ég vissi það, þannig ég setti verið ekki fyrir heimöðunum. Nei. Ertu í lögblindraklubnum Ingo Sæland og Freyr Friðriksson? Já, algjörlega lögblindur. Nei, ég ætla að mæla með myndum hérna einhenda konu frá Tævan. Segir þetta ekki séð? Og er ekki aðgengileg. Og er engin leið að nálgast. Ég held að þetta sé hápunktur þessara þáttagerðina þegar Andrés Magnússon gerðist kvikmyndagagrínandi. Já. Við erum okkur á Hótel Akureyri, sjáum við þetta frábæra, þetta Andri og morgumattinn og herbygginn og... Það er gott að vera. Ég er búin að fá nokkra myndir sendar í sumar frá Hótel Akureyri. Það er svoleiðis. Þannig það sem menn eru bara að mæta þetta og alveg elska þetta. Já. Þannig að við sleppum bókinni núna. Sleppum henni. Þið verður búin að vinna sem heimauður næsta þátt. En mælum Hótel Akureyri. Ég er nú með fulla munni hérna þegar að borða þessar guða vega frá kjöldkompani. Ég er með bók fyrir þig. Nú, ok. Já. Ég bara vannmati. Verðbókutölurnar fóru fram hjá Kristrúnu, bókaklúbu Spursmál hefur greinlega farið fram hjá þér. Nú, ok. Já. Hvað er það? Þetta var Sveinn Sveins og að reyna að vera eitthvað fyndið, það var eitthvað að spyrja, af hverju mæti Kristrúnu ekki Spursmál? Þá sagði Sveinn, hvað er þetta Spursmál? Sko, hann alltaf augljóslórin elliægir, vegna þess að hann hefur mættið en að þátt sjálfur, sko. Karl Greið. Bókaklúbu Spursmála tekur núna fyrir ágústmánuði bókina Dýrabær, eða Animal Farm. Þetta er George Orwell, sem kom út á 5. áratug síðustu aldar og er algjörlega magnaverk, hefur þetta haft mikil áhrif. Þetta er eina bókum 20. aldar og hún kom út í þýðingu Jóns Sigurssonar frá Kaldaðarnesi og kom síðan út 1985, endurskoðuð hjá hinu íslenska bókmenntafélagi og er á 3.299 krónur í verslunum Pennans þennan mánuðin. Já. Þetta er til þeirra stutt bók, rétt rúmlega 100 síður, í lestri 120-30 síður. Frábær bók. Hún er frábær, íslenskan hjá Jóni Sigurðssyni. Ég stundum spurði því, hvernig kemur það sér upp góðum orðaforðu íslensku? Það er gert með því að lesa góðar bækur. Þú verður að lesa það er ekki náttúrulega þar. Og ég mæli með að fólk bæði skráis í bókaklúb Spursmála en líka lesi þessa mögnuðu bók, þar sem dýrin gera uppreist gegn Jóni bónda á Miklabæ, hrekjana landareiksinni, þannig að hann fyrir að gerist fullur á Rauða ljóninu, situr þar með Helga Magnúsinni og síðan þá sjaldan Helgi Magnússon með eitthvað félagskap í þeim efnum. Já, Jón bóndi var hluthafi í Fréttablaðinu, en þeir fara sér dýrin og ákveða að búa til sitt sæluríki, Kandísfjallið sjálft og svínin með slóttu heitum sínum 3.299 taka völdin, já. Ætlar að fá eitthvað gestur að tala um þessa bók? Já, ég er reyndar búinn að biðja Sólveigu Önnu Jónsdóttur að ræða hana við mig en hún er ekki svarað mér, ég veit hún er upptekin í öðru en fyrir lok mánaðar þá mun ég auglýsa viðburð þar sem ég ætla að sitja sniður með góðum gesti, vonandi henni eða einhverjum öðrum og fara yfir þetta. Ekki bara Ólafur Ragnar Grímsson? Já, hann er nú reynda maður sem að geta örgulega tekið á þessu, hann þekkir sósíalismann af eigin raun, talaði máli hans í áratugi. Já, og það voru kollegar hans sem taka þarna völdinni það ekki í restina? Já, þessi bók er ádeila á Stalin og Sovjetríkin og þetta eiginlega sprettur upp af því að hann skrifa bókina meðan að Bretar eru enn í samkrulli við Stalin við að reyna að vinna bug á Hitler og riddur heimseyðingarinnar eins og ég kýs að kalla það og hann var svo ósáttur við það að menn skildu verið í samkrulli við Stalin því að Orwell taldi sig vita sem að við vitum í dag að þetta var þetta hryllingsríki algjört. Þú hefur áður tekið fyrir bók eftir Orwell 1984. 1984, þá fekk ég nú Kára Stefánsson til minn í settið. Það var örlagaríkt, hann þurfti að senda frá sér yfirlýsingu í kjölfarið. Menn mæti bókaklúbb og þurfti að senda frá sér alþjóðlega yfirlýsingu. Stefán, þetta er alveg agalegt. Ég lentu hér í miklum vanda og ég þarf að senda frá mér yfirlýsingu sem að hljóða svo. Og svo lasa hann þetta upp og við hlófum. Endaði vel, ekki sett? Jú. Gott. Það er frábær bókamömmari, mjög gott. Dýrabær, 20 árs Orwell.
Svo þetta er nú til teiknimynd líka og svo ég með kvikmynd sem ég ætla að mæla með. Já, Dýrabær. Nei, það að koma í bíó en hún ekki að fá góða dóma. Já. Herðu, ef að enda þetta á nokkur hraðaspurningum. Eins og kom fram í þettinum mitt áðan, þá var ég nú staddur í Serbíu síðustu viku, þannig ég er nú ekki, en ég er búin að fara á kringlugana síðan koma heim. En veitu, voru engin rósa það? Ætlaðu að sleppa því það? Já, hann var búinn að rósa. Ég tók rós. Má ég taka eitt rós líka? Ég tek ekki aftur á yfirtökugrillinu. Ég verð að rósa starfsmönnum útlendingastofnun fyrir að vísa þessum nötturum á Bandero og öllum með tölu úr landi og líka löggunni sem kom í viðtal þegar Bandero hafði komið á stötu og sagt við erum búin að ganga örn okkar í vaska hérna og höfum ekkert að borða og kemur lögga bara herruðu, það var ekkert að stoppa þau að panta sér mat eða tæma rótróna sko. Þetta fólk búið að vera út að hafi svo viku skipti og svo leiðu að leggjast þau bryggja og þá farið þau skít í vaskan bara á öðrum degi bara það baði enginn að skíti þér á vask. Nei. Hvað hét hann aftur þarna í South Park sem var alltaf jetin? Kenny, hann var alltaf drepinn eða ekki? Já, hann var alltaf drepinn, það var einhvern tíma sem við voru í messu á sunnudegi og fendi fyrir dyrnar og þau komast ekki út og þau ákvaða að drepa hann strax að þau voru svo hrættum að verða matarlaus. Svo bráðnaði skaflinn bara 5 minútur seinna og þau komu bara með kallinn út í doggy bag. Já, ef ekki líka rósa landhelgisgæslunni og sérsveit ríkislögreglustjóra sem að tóku þessa banditta bara og snéru þá niður. Heyrðu, og hugsa ykkur, hann setur þessi sjá að landhelgisgæslan og sérsveitin ætla að koma borð sem að þau er rétt og kröfu til lögum samkvæmt, þá gefur hann allt í fullt þannig að það þurfti að komast borði í skipið á fullum snúningi. Hann setti þessa okkar menn í stór hættu og þá bara taka hann að skipstjóra, leysa niður hann á Austurvelli og hýðan og svo á að senda hann á landi. Já, eða bara raskjallan, ekki? Jú, þetta var svona fallegt orðið við það. Það eru börn að hlusta þólur. Það er náttúrulega en Paul Watson er náttúrulega búin að hvetja fólk til að styrkja málefnið. Þannig að auðvitað er þetta alltaf bara einn stór fjáröflun. Þetta snýst bara peninga hjá einhverju klikkuðu fólki sem er búið að missa alla veruleikatengi. Paul Watson, hann stofna Greenpeace hent út þaðan, stofna Sea Shepherd og hent út þaðan og svo er hann núna með samtök sem heita eftir honum sjálfum sko, þannig að það er vantilega erfitt að henda honum að það. Þetta er greinlega alveg ómögulega maður. Sökti náttúrulega hvalbátunum hérna 1986 og ég spyr bara, af hverju sökkuðu við ekki þessu Bandero drasli? Já, það var Þetta er algjör dallur, þetta er valla haffært sko. Af hverju keyrir hann ekki bara upp í fjöru? Þannig að við hliðin á gömlu hvalbátunum sem er í fjöru í Hvalfirði. Ég held að við hefum að sigla honum inn í írska lögsögu og sökk honum þar í mótmælaskinni við meðferð þeirra á okkur í makríldeilunni og bara taka hart á þessu. Svo, talandi bækur, ég hefði nú kannski frekar átt að mæla með hvalamorð, nýjum reyfara spennu Óskars Magnús og ég las hana daginn. Ég með hann á skrifborðinu heima. Hún er alveg hún er ógeðslega fyndin sko. Þar kemur fyrir náttúrulega forstjóri, hvað heita, Miðhvalur EHF. Það er hvalveiði fyrirtæki í Hvalfirði og þarna bregðu fyrir karakterum, ísum karakterum sem mann mixar saman. Það er verkalýðsforinginn á Akranesi og það er misheppnaði lögreglustjórinn í Reykjavík og enn misheppnaði héraðssaksóknarinn sem var skattstjóri út á landi, gerður að sýslumann á Akranesi og svo þekkjum við þá sögu allar. Og hann leyfir sér að fara þarna harkalega í menn en óbeint. Ég hló nokkur sinnum upphátt undir þessum lesta. Já, ég þarf að lesa þessu. Já. Það, sko, talandi hvalveiðar, við erum alltaf hrifin á þessari mynd sem er hérna á veggnum. Já. Þetta er mynd sem þú færðir okkur. Þetta er mynd sem að hékk upp á vegg á skrifstofu pappa alla tíð meðan hann var sýslumaður á Patreksfirði og í Borgarnesi. Já. Hann vann í hvalnum nokkur sumur og í garðinum heima bæði í Borgarnesi og Patreksfirði voru hvalbein og hvalskíði og voru þarna hryggjarliður úr stórkvelum sem við leikum okkur með. Ég sá nú þegar ég var að leiðin í Borgarnes hérna í fyrrata, þá sá ég hval nýju á leið til Hafnar með hérna afla. Með full fermi? Með full fermi, það var gott að sjá það. Það er ekkert brottkast þar? Nei. Er ekki hægt að búa til þessar hringra sem varst þú ekki að tala um daginn með hnúfubakkina að setja hann bara í fóður fyrir fiskeldi? Jú, nú hef ég fengið upplýsingar um það og mér er tjáð að það sé ólöglegt að, það er ekki heimilt að nota kjötprótein í að framleiða fiskiprótein. Þannig að þú verður að nota fiskimjöl. En þið sjáu það líka eins og með að þið verða að tala um sjávarútveginn á Íslandi og hvort að útlendingar hefðu nokkuð áhuga því að koma sér upp eignar hluti í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.
íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru mörg hver mjög öflugi að bræða loðnu og makríl og kolmunna og annað þeim dúr og þetta mjöl sem mjög mikilvægt fyrir erlend stórfyrirtæki á sviði laxeldis. Þessi fyrirtæki myndu gleypa þessi litlu íslensku sjávarútvegsfyrirtæki í einu munnbita og tryggja sér aðgengi að mjöli sem hefur verið að hækka mjög í verð á síðustu árum. Þannig að íslensku sjávarútvegur, hann verður bara í skotlínu þessara fyrirtækja leið og við verðum neitt til þess að opna á erlenda fjárfestingu þessum félögum. Þetta algjörlega glórulaust að ætla sér að varpa þessu út í hafsög. Það eitt sem ég velt fyrir mig var að fyrst þú kemur inn á þetta. Hvað heitir áttur hollenska fyrirtækið stóra? P.O.P. Van de Plaza, það ekki? Parlevit Van de Plaza. Þegar menn hafa vera, ég myndi sér þetta á umræðinu veiðigjöldinni fyrra. Menn voru mikið að hnýta í það að útgerðin var að fjárfesta í íslensku atvinnulífi og ætti eignarhluti hér og þar og svo náttúrulega RÚV og heimildir ennþá að hamast í þessu einhvern veginn eins og þetta sé eitthvað stórmál. Hvað haldið allir með þetta hollenska fyrirtæki? Hvað haldið þeir myndi fjárfesta mikið í íslensku atvinnulífi? Já, þeir alltaf eru með nokkur skip sem eru með 150 metra langra togara og eru að veiða út allan heim. Þeir eru ekki að fara að fjárfesta í Högum eða Eimskip eða hvað það okkur nýsköpuna fyrirtækjum hér eða... Mér finnst óleiklegt. Myndi ekki setja krónu í þetta? Þeir væru nú bara held ég á höttunum eftir aflaheimildunum hérna, sem við erum með, sko. Sjálfsögðu. Það væri bara svo leiðis. Það er önnur með, tökum hann að setja. Já. Herðu, ég myndist á kringlukrána. Ég fekk samt spurningar þaðan. Ég er búin að fara einu sinni. Ok, flott. Það var eitt sem spurði, hvað gerir Seðlabankinn í ágúst? Ekki, 18. eða 19. ágúst? Stýrifars ákvörðun? 16. Er það 16? Er ekki 16? Já, það er allavega ekki svo löngu fyrir hérna... Það er viku fyrir kostingarnar, eða fyrir, já. Já. Það er alltaf miðvikutum, ekki? Jú. 19. eins og ég sagði þann. Já, aldrei draga orð mín efa. Ég ætla að leiðréttingu mína við fulliríku þínu. Já. Ég held að þetta nú forvitilegt, sko. Ég er ekki alveg tilbúin að segja af eða á með þetta. Verðbólgan náttúrulega ekki neitt að gefa eftir. Fasteignamarkaðurinn botnfrosinn, ég held að það sé nokkuð ljóst. En það bara spurning, sko, ætlaðu að framlengja afslættinum á bensíninu? Það hefur ekkert komið út það. Þannig að ef að svo er ekki, þá náttúrulega mun verðbólgan fara upp af því að bensínverð hefur ekkert lækkað frá því að þessi breyting kom í gildi. Haldið að Seðlabankinn láti pólitíkina trufla sig við þessu ákvörðun? Já, nei, þeir sjá bara ef að verðbólgan er að fara upp hérna í næsta mánuði, bara við afnám afsláttarins, þá hafa þeir engan annan kostin að hækka vextina. Áskil lifir náttúrulega ekki í tómarúmi. En hendar það ekki málstað þeirra ágætlega vextir hækki eppil bara? Jú, ég meina þeir sem að vilja fá þessir atkvæðagreiðslu þeir auðvitað vilja hlutinni síðan sem vestir. Ég meina það er ljótt að segja það, en það er farið að líta þannig út. Já, sko þessi verðlagsfiff í kringum bensínið var talið lækka verðbókunum ef ég man 0,31% stig. Sem að hagfræðiprófessorinn og fjármálaráðurinn sagði að það væri eins og pissi skóa sinn hérna í janúar, sko. Já, og sem er auðvitað eins og pissi skóa sinn nema ef að bensinverðið hefði lækkað sem það ekki gerðir. Og það þýðir það að verðbókan er þá í raun núna 5,6% en ekki 5,3%. Seðlabankinn vill ógjarnan gerast aðaleikari í þessum farsa núna í ágúst. Ég held að Ásgeir hafi ekki mikið nátt á því. Mér er í raun slétt saman það hvort þeir haldi vöxtunum óbreyttum eða hækkið á 25 punkta eða hvað það er. En Ásgeir kemst ekki hjá því að ræða við fjölmiðla í kjölfar ákvörðunarinnar. Þar þarf hann auðvitað að slá á ruglið og vitleysuna. Hann þarf að standa vörð íslensku krónuna eins og honum ber skylda til lagalega séð og hann þarf að útskýra fyrir fólki af hverju þessi ægilegu vandamál sem að ríkasta þjóð í heimi telur sig standa frammi fyrir að það er ekki íslensku krónuna að kenna. Þannig að ég mun leggja mjög við hlustir þegar hann mun tjá sig við fjölmiðla í kjölfar þess að hann er nú sennilega komin í svona þagnarbindindi núna. En það verður einn af fróðlegustu punktunum inn í loka hnykkin í þessari baráttu. Já, það verður mjög fróðast af það. Nema að Þorgerður mæti í spursmál, þá verður það þetta allra áhugaverðasti hlutin. Ég treysti á það að mínir menn í Epic gerir stuður fyrir í 19. Já. Vitum við meira hvernig það þróast. Ég fekk áhugaverð spurningu daginn. Þú vitnaðir, þegar þú varst hjá mér síðast, Stefán, þá varstum við Andresi Magnússyni. Já. Og einhver hluti að byrja við þáttunum því að fjallum kjarnorkuárásirnar í Hiroshima og Nagasaki. Já, það var mjög merkilegt pivot sem átti sér stað. Ég man ekki hvað var annað upp af í þettunum en einhvern veginn leiddi umræðan okkur þangað. En þá fórstu með ljóð í lok þess kafla. Já. Manstu eftir því? Já, klukkurnar í Nagasaki eftir Hjört Pálsson. Já.
og þú hefur áður svona upp úr engu vitnaði ljóð og það var gestur á Kringlukönnu sem spurði daginn, les Stefán Álfur bara svona mikið af ljóðum og þú manst þetta allt saman? Já, ég geri það og þá ætla ég að fá að fara með stutahendingu fyrir ykkur. Ég var að lesa eitt alveg ótrúlega fallegt ljóð eftir Davíð Stefánsson sem að einhendingin svona: Ég var hinn þyrsta þyrnirós og þú hið unga vín og þá kom nótt með norðurljós og nýjan söng til mín. Þetta ekki fallegt? Jú, þetta er dásanlegt. Ég held að þú var að fara að koma með annað erindi. Já, ég held að líka, það útskýrir þess að þögnuna. Já, það er ég held að vera í kunstpása. Ég fekk svona gæsahúð og beið bara eins. Það er já, ég skal koma með aðra hendingu, það er margt í þessu ljóði eftir að magna, en ein hendingin svona: Þótt særðir fuglar syngi dátt söngur þeirra kvein, þeir finna til sem flugu hátt en féllu niður á stein. Já. Ég fæ alltaf gæsahúð þegar ég hugsa til þessar umala hinna særðu fugla. Það var, þú minnst þér áðan að lestu góðra bóka og mikilvæg þess að kunna mörg orð. Ég minnir að það hafi verið Bragi Valdimar sem einhvern veginn spurður, hvernig fer þið að semja alltaf þessa góðu texta, og hann er frábær textahöfundur og textasmiður. Og ef ég að hafa þetta rétt eftir honum þá var svar eitthvað þá leið, ég kann bara svo mörg orð. Það þetta málið. Mitt uppáhaldsskáld held ég leyfi mér að segja og kemur kannski mönnum óvart því að hann svona oft gagnrýndur fyrir ýmislegt, Einar Benediktsson. Og ég það þetta kemur mér ekki dórt að það sé þitt uppáhaldsskáld en það verður nú ansi oft komið fram held ég, jafnvel. Ég örugglega nefnt að ég alltaf með kvæðasafnið hans á stofuborðinu, ég kíki í það bók nokkur sem í viku. Já, nokkur svona dag. Og já, enga vini. Og þarf að finna mér eitthvað til dundurs. En það bara orðkingin, orðaforðin sem að maðurinn býr yfir og hann ánáttúrulega þessi flegu ummæli að hann áttaði sig á því á einu tímapunkti að það væri til orð á íslensku allt sem hugsað á jörðu. Hann taldi bara að það væri hægt að útskýra alla hluti, fjallum alla hluti, segja alla hluti á þessu tungumál okkar. Já. Og segja ég þetta sé rétt. Jú, það bara... Síðan var annar gestur sem spurði hvernig staðan væri í Þórushöfni, ef við ekki að sleppa því núna. Ég held að hún sé góð, sko. Það sem að mennir að gera heima á sér, ég les Einar Ben og Dotti fer yfir vatnsstöðuna hjá Landsvirkjun. Þórushöfni, ég sá að það var að vera að hleypa úr lónuðum daginn. Sérst yfirfall? Já. Ok. Ég hef ekki kíkt á þetta í svona viku, sko. Já, það var upp í Búrhúsvirkjun. Jú, hún er komin á yfirfall. Það er yfirfall, sko. Hvað þýðir það? Uppruna fyrir hlustundur. Já, það er bara þegar að lónið orðið fullt og það bara að hleypa vatni framhjá. Það er bara peningur út í sjó. Peningur út í sjó, það er einhverjar virkjanir hérna neðar, sko, sem þetta nýtist nú svo sem alveg, en hérna Jú. Já. Frábært útvarp. Jú, Þórður skoða Samsung síma sinn og hérna... Þetta er smá yfirfall, já. Eru við ekki allir með Samsung síma? Það held ég. Já. Ég er þetta bara að týna þessum penna hérna, ekki þetta að berga því eða? Jú. Bara heyrir í þeim. Sveinn, ertu að hlusta? Sveinn, ertu með pennan á þig núna? Halló, Sveinn. Klukkan er 3:30 hérna, ertu vaknaður? Það er loka spurning, ég spurði ykkur hérna að ég báða daginn, ég baði ykkur að powerranka íslenska golfvelli og í kjölfarið því þá kom einn gestur með þessi spurningu, sko, hver eru bestu aðstæðum til að golfa? Besta golfveðrið? Væntanlega hann að spyrja það. Logn, byrjum að því. Já, það er logn, það er skýjað. Það er skýjað og svona 16 til 18 stigi hiti. Já, 16 til 18 stigi hiti, logn og skýjað. Kannski aðeins yfir 20 gráður, því að maður ráða til að stirna þessi mjöðmónu, svona stípna þessu upp, svona kannski á 14-15, en það minkar líkunar því ef þú ert í heitur ásleik, ef þú ert í köldu veðri, þá þarf maður að passa svolítið upp á mjöðmyndar. 16, já, ég myndi samt segja 16 til 18 stig, ég held að það sé fullkomið, sko, sérstaklega ef maður er að labba, sko. Já. Nú stendur Íslandsmótið í golfi yfir. Já, það eru tvö stórmót í sömu vikunni. Já, golfmót þjóðmála og Íslandsmótið. Og það er á korpunni hjá þeim og ég vil nú að viðurkenna að ég öfundaðu ekki af veðrinu sem við horfum upp á í dag, sko. Nei. Þetta eru mjög krefjandi aðstæður, en þeir eru
Býtum nú við í kallaflokki leiðir Dagbjartur Sigurbrandsson sem að Já, ég var búlistakarnir eru fljótur að hann sigraði í fyrra, þannig að hann myndi þá verja titilin ef hann heldur þessu. Hann Hann er er á- alltaf í ger, hann er að spila á heima. hann á -6 en sjáu þið, hann er sko með forgjöfuna plus 5,6 þannig að hann er í raun og vera að spila á forgjöfunni sinni. Þetta er reyndar samanlagt eftir 1,5 hring, sko. Eftir 1,5, hann á hólu 8. En til þess að fá 36 púnta, ef maður Það er loksins að maður tókst að kveiki í ykkur í þessu þætti. og má ég að komast að hérna þetta er búið að vera hálf döll. Elsa Maren Steinarsdóttir, hún er á -4. En getið þið fara aftur í kallaflingin? Getur þú fara að ræða aftur með Evrópusambandu og verðbólgu? Aron Snær Júlíusson, hann er hann í 7. seti. á -1. -1, en ég var búin að spá honum sigri, sko, en við sjáum til. Það getur allt gerst. Já, nóg að góla eftir. Á ég ekki að leysa ykkur út með gjafabréf í löðri? Þú eru ekki að þrýfa bílinn eftir? Já, þú ætla varst á bíl frá Lexus. Já. Þannig að þeir sjá að maður þrýfa hann mæntilega bara. Já. En fyrir þinn bíl. Já, takk. Og Þórður, þú þarft að... Þú sástu bílinn minn Ég helst á að fara bara í dag. Já, ég fyrir bara strax. Já. Geggjað. Þetta eru geggjað stöðar. Langbæst að vera bara í áskrift. Ég er aðeins farin að nota Lampagavegs stöðina. Já. Þeir að koma, þú veist, utan á landi frá Akureyri og svona. Ég nota hana mikið, Já, þetta er náttúrulega bara í bakkarinn með þér. En það er svo gott einhvern veginn að koma úr ferðarlæginu, bílinn reykur og svona, bara dundurunum í gegn, leggjónum heima og læsa og horfa svona aðeins inn í staði og segja, vá, ég er á hreinum bíl eftir þetta langa ferð. Er þetta ekki svona sælu tilfinning? Þetta er bara einhver svo besta tilfinning sem maður lifir. Já, það er bara þannig. Upplifir. Hvernig verður það þegar fyrir meðarbúrsöndið? Þá lokar löður. Já, einmitt. 25% stóttir. Herði, og svo súkulæði í lokin. Frá Nóa. Dóttir, þú tekur þetta, ég er í megrun. Ég líka reyndar. Nú, þú tekur einn. Já, Gísli, taktu þetta bara. Við meðum ekki við þessu. Herði, ef þú fara að segja þetta gott. Já, takk. Að hleypa ykkur inn helgina. Gaman að fá að vera hérna með ykkur. Já, sömuleiðis. Og bara takk fyrir frábæran þátt. Já, takk bara sömuleiðis. Takk aftur fyrir gólmótið og bara takk fyrir að vera til. Já, bara sömuleiðis. En af hverju þetta hætta með þetta hlaðvarp? Koma því síðar. Herri, ég þakka búlistrákunum, því sem hlustuðu, því sem horfðuð. Góða helgi.